saman allir sem einn. Uppgjöf þekkir enginn hér, við erum harðir allir sem einn. Öflug liðsheild sem fórnar sér, við erum KR, KR og berum höfuð hátt. Ég kann ekki spila mikið meira þessu lagi. Ég spila þetta nú hér bara með óbreiða munni, en velkomnir, KR-ingarnir, Þórður Gunnarsson, Eldur Ólafsson. Takk fyrir, sérstaklega ánægilegt að byrja þáttinn á þessu. Ekki? Jú. Þetta var svona passlega lengt kannski að laginu. Já. Við getum kannski bara enda þetta, klára Þetta er svo sungir restina. Og svo líka verð ég að þakka sérstaklega fyrir að spila hérna raunverulegu og sönnu útgáfu allir sem einn. Hérna Bubbi... Já, það er komin ný Vogue. Já, Vogue Bubbi hendi öll sem einn, en þú veist, ég finna það er svo sem ekkert síðra laga, en þetta var svona sýndamennska fannst manni. Já. Eins og östundum. Já, hann á það tilkallinn. Ég vil alltaf leyfa ykkur að brosa í svona upphafið þáttar. Nú fótboltinn að fara að byrja og það er ekki víst að þið gangi hérna brosandi út, en brosið upphafið. Fótbolti skiptir náttúrulega engu máli. Úrslitakeppnin er byrjuð. Hún er byrjuð, já. Í körfunni, eða handboltanum. Í körfunni, Körfunni, já. Það er náttúrulega ekkert eins og frostaskjóli í úrslitakeppni. Já. Kannski komum hérna, tökum góðan hálftíma það á eftir. Já, minnstakosti. Já, sko, ég ákvæður strax í upphæða því að það var verið að kynna spá leikmanna og þjálfara á bestöldinni í gær. Við erum að taka þér upp á 50-degi og kynnt á miðvikudegi. Samhliða því þá var kynnt könnun meðal leikmanna. Það sem kemur í ljós að tæplega 80% leikmanna í bestöldinni kjósa til hægri. Já. Sjálfstæðarflokk, ef menn gefa sér þá að sjálfstæðarflokkur, miðflokkur, ég ætla ekki að segja við sé fremstflokkur, en það er með, það sé hægri flokkur, en það er með 2% fylgjarna. En stór hluti kýs til hægri. Sjálfstæðarflokkurinn næstu með hreinan meiri hluta í bestu deildinni. Það er náttúrulega, við höfum ekki séð þetta bara síðan í borgarstjórnarkosningunum 91, eða ekki? Það er sko sjálfstæðarflokkur og miðflokkur saman með 76%. Er eitthvað mörg lið út á landinu að spila? Ég sé að Framsókn með 33. Nei, þetta er miðflokkurinn sem er með 33, sko. Ok, nú er ég hlýtt. En það er svo sem kannski á það saman. Sko, menn er eitthvað velta fyrir sér af hverju þetta er svona. Ég er með kenningu. Ég segi, sko, er þetta ekki sönnu þess að hægri menn eru keppnismenn og vinstri menn ekki? Já, því ég held að það sé algjörlega... Vinstri menn átt að þóla ekki íþróttir margir hverju, sko. Ef það var ekki örugt fyrir, þá er það þannig núna, sko. Já. En sko, býttu nú við, Samfylkingin, Framsókn og Viðreisn eru öll með 6%, já, ok. Og flokkur fólksins mælist ekki. Já, það er kannski... Aldrei verið klefa, svo flokkur. Já. Bóttið ekki. Það er ekki bara 2% af tildinni sem eru það bara einhverju meðslum hana. Þetta er meðslalistinn. Hvað segir íþróttamaðurinn, fyrirhandi meistaraflokksmaðurinn í körfubolta? Ég get allan ekki ímyndið með neitt úr Pírötu með flokk fólksins verandi klefa með Fannar Ólafsson í bróðum minnum. Nei, ég get það ekki heldur. Það er brekka fyrir viðkomandi. Sá aðli myndi ekki þóla það lengi. Og svo kannski kemur ekki orð að Píratar, þeir náttúrulega mælast ekki þarna og ekki vinstri. Þeir eru ekki mikið íþróttum. Og ekki vinstri grænir heldur, sko. Nei. Píratar, þeir drekka nú að hvítum Monster en beina orkunni á ranga staði. Spila tölvuleiki. Já, nei, reyndar er það allt í orðið íþrótt, tölvuleiki. Já, reyndar, rafsportið. Ok, ég vil að það er svona opna á þessu. Ég er nú ekki mikill talsmaður ríkisafskipta, en við höfum að reyna að búa til þess marga íþróttum en við getum. Já, ég held að þetta sé bara mjög góð skilaboð til hægri flokkana. Þarna er þeirra base, sko, einhver leiti. Já, mér finnst þetta líka svona fullri alvöru að íþróttir og ég á börn íþróttum og ég veit að við eigum allir börn íþróttum. Það snúa svolítið út um það að ná einhverjum árangri og hann er fyrir fram að það er leikur eða hvað það er. Setja sér markmið. Og ég sé það að mjög mikið ungu fólki, ungt fólk er í íþróttum, vill ná markmið, vill ná ákveðnum árangri, vill ná að skapa sér auð til þess að geta keypt sér íbúð og svo framvegis. Og svo ertu með annan hóp í íslensku samfélagi sem er kannski ekki þar, vill frekar fá eitthvað frá ríkinu og maður sér samfélag í Íslandi hægt að myndi vera að skiptast upp í svona stjætt, svona yfirstétt sem vinnur 2-3 daga í viku, fær langkæstu launin, setur okkur reglurnar. Það eru ríkistarfsmenn? Já, með stórum hópum og svo hinna sem þurfa að vinna
og þetta að verða raun og veru algjörlega svona tvískipting á þjóðfélaginu og það sem ungt fólk finnur mest fyrir þessu. Því það ekki komið inn á fasteignamarkaðinn, það fær ekki sénsinn á að gera það sem einhver hluti við fengum gegnum hrunið, því það hrundi allt og við gátum svona komist í að gera hluti, eða fólk, eða kynslóðin undan okkur sem var bara með mun lægri skatta og þannig að þeir sem vildu vinna mikið, hvort sem það var lögreglumæður sem var í föstulaunum og tók bakvaktir eða hjúkrunarfræðingar og svo framvegis, fólk bara ekki gefin þessi séns. Og ég held að hægrið á Íslandi ætti að einbeita sér að mestu leita þessu. Að sýna fram á það, einhvern tíma var sagt, heyrðu, það eru bankamenn sem er að flatskjáðu og reynsrófur eða eitthvað fyrir hrun og þeir voru vola hræðilegir og þá var svona vinstir sveifla. Í dag eru þeir sem hafa það best, gera hvað minnst og ráða öllu, fólki sem þarna og þeir sem eru, ég ætla ekki að kalla á öreigana, þeir sem vilja komast til manns, þeir bara eiga ekki séns. Og svo svo annar af þessum tveimur hópum sem við nefnir, þetta er góð greining, að reyna að búa til þriðja hópinn sem er fólkið sem að vill ekki gera neitt og á bara að fá bætur frá okkur hinnum sem er að búa til tekjurnar sko. Og þessi þriði hópur mun kjósa þannig fyrir hóp sem sett yfirstéttina áfram. Ég er samt svona ótrúlega ég fættur upp á meðfremlu maður séð maðurinn og fólk það almennt vill hafa tilgang það almennt vill gera eitthvað algjörlega. Og nema að sé sett í þá stöðu að geta ekki gert neitt og það er náttúrulega kerfið svolítið að gera þarna. Það er verið að búa til þá stöðu þar sem að maður hefur nú skoðað þessa Facebook-hópa þar sem að allir skrifa undir dulnefni og eitthvað herðu, ég var bara að sitja hérna í reiknivélina á endurhæfingarlífurunum og ég er hérna með 3 börn og 2 þeirra með greiningu og allur þvílíku pakki í gangi og ef ég myndi fara í þetta þá hefði aldrei haft það ef gott. Já. Þannig að það er ekki þróun sem við viljum. Nei, og þetta er svo flugbraut sem að Inga Sæland og félagar hafa verið að smíða þetta, eins og ég nú sagt þetta áður, hún talar alltaf um sitt fólk. Þetta er hennar fólk og hún er að bæta hag þeirra en auðvitað þarf ykkur að borga fyrir það. Niðurstaðan er að peppa börnin íþróttir. Eða þá minnstakosti að hægri flokkarnir sem eins og Viðreisn sem segist vera hægri flokkur það sem Viðreisn ætti að gera, finnst mér, er að þú ert með það að það var að vera lágmarksframfærsla. Þá vil ég segja líka, herðu, þá að vera hámarksskattur. Ef þú ert bara búin að skila hérna hámarksskatti á hverju ári og vilt vinna meira og meira, ef þú ert sjómaður, þú vilt taka alla túra, 12 mánuði. Það er bara einhver krónutala, þú borgar ekki meira en þetta. Þetta gerir Ítalía, þetta gerir Spát, þetta gerir öll þessi lönd og þetta líka bjóða útlendingum sem eru efnaðir sem vildu koma hérna og vera með, þetta verður að setja þetta á hugverka að gera nú svo framvegis. En það hlýtur að vera krafa ef það er lágmarksframfærsla, það sé hámarksskattur. Það sé allan á laun. Þetta er góð hugmynd. Við þurfum að koma þessu áfram. Já, við byrjum bara strax í þungavættinni. Það er bara gaman. Við erum hérna strákar, þið fáið ykkur hérna veitingar frá kjötkompaníinu eins og þið viljið. Jónundur sendur okkur þetta á þann og varst þú ekki að ferma? Jú, ég var að ferma núna hérna á annan í Pálskum og fekk glæsilegar veitingar frá kjötkompaní og við vorum með sko bakkelsi, takk fyrir, vorum með bakkelsi líka. Þetta var svona, ég myndi halda að þetta hafi verið svona 30% kjötkompaní, 70% bakkelsi. Veislarinn í 2 tíma og kjötkompaní, það bara kláraðast á fyrsta hálftímanum. Það var allir vitlausir í þetta og ég er ekki að ljúga þessu. Það var bara þannig. Ég trúi þér. Já, þannig að eftir á að hyggja hefði ég átt að hafa hlutvillin öfug, hafa minna gröðri og meira prótein. Þannig að þeir sem eru að ferma á næstunni bara take note, eins og sagt er. Svo alltaf sjálfsögur hérna með bjór frá Kalda, eins og alltaf. Já. Þannig að við vorum alltaf með sko leiki síðustu viku, þar sem við drófum út vinningshafa sem fekk veislu frá kjötkompaníinu. Já. Og Bíóndi Santi vín frá kampaðinsfélaginu. Já, og endaði á góðum staði, það ekki? Já, sjáðu bara. Sjáum hérna, við sjáum mynd. Já, herðu, Jón Örn mitt kom líka, hann kom persónulega með veitingarnar í fermingaveislu. Og það er alveg hægt að plata hann í það, sko. Já, hann setur það ekki fyrir sig. Ef menn eru góðið við það, sko, þá gerir hann það. Þetta er hann Andrea Sigurðardóttir, blaðamaður, sem að fekk þessi velun, Katrín dóttirinnar. Gátu alltaf enda á betri stað þessi velun heldur en akkurat þarna. Þó að Andrés var reynd að stoppa þetta. Já, jú. Ég skil það ekki. Stefán stóð með henni. Já. Stefán stendur yfirleitt með þessum einstæðu maðurum. Þannig hann Já, hann er mikill stuðningsmaður. Nei, herru, bara til aðbyggjum þetta aftur Andrea, strákar skál. Við erum hér með líka hvítvin frá kampaðinsfélaginu. Það er fallegt á litin. Já, það ekki. Oliver Lafív, þetta er frá héraðinu, hvernig segir maður þetta? Pauline Montresett. Þetta er ljómandi góða hvítvin hérna. Og ég segi að þetta er ekki auglýsing.
Þetta er ekki auglýsing. Þetta er ekki auglýsing. Nei, Við erum bara áhugamenn um Þetta er vín. bara hobby. Já. Okkar hobby Þannig hér. að Styrmir vildi líka gleði ykkur þetta þegar alls svona aprílpakkar í boði hjá kampaðsfélaginu. Þið fáið þetta kryddlög sem hættir að krydda kjöti með. Æðislegt. Já, frá sama héraði. Nei, frá Kóli Rúpsett heitir þetta. Þetta er sérst ég er bara með lýsinguðin á þessu. Þetta er sérst unnið úr ratun af vínberjum. Þessi kryddlögur. Þetta er þá svona örugglega gott á lambakjötu þegar ekki tímdað með það. Jú. Bara að þetta eitthvað nálægt í að vera svo seasonal eða? Vonandi ekki. Nei, bara Örugglega miklu betra. ekki, ég meina þú veist, það er að besta krydd sem til er. Þetta er spennandi. Já. Herðu, þá þessum gamla lokið. Strákar, ég var verið okkur í pólitíkina. Við sjáum þjóðapúls í síðustu viku. Þórðarpúls. Þórðarpúls. Ég tek alltaf púlsuna þér reglulega, en svo tökum við púlsuna þjóðinni líka. Já. Þannig að það er við gerum hvort tvekja. Jú, emitt. Þannig að alltaf einhver mánamót, þá kemur nýr þjóðarpúls. Það sem að, það er svo mikið stóri fréttir í þessu með það kannski að við sjáum að Framsókn er ekki mennst á þingi. Nei, þegar þetta hefur ekki farin eitt mjög svona kröftulega stað hjá Lilju Alfreðsdóttur. Hún er náttúrulega orðin starfsmaður þingflokksins núna sem er ágætt og fær hún eitthvað borga fyrir að vera hangaðanir í þingi alltaf daga. En VG held ég að eigi sér ekki viðreisna von. Ég á eftir að sjá það gerast að Framsóknarflokkurinn detti út af þingi. Er þetta ekki innan svo kallar skekkjumarka 4,7%? Ég er þetta óttast það að ef það er kosið í dag þá fengi Flokkur fólksins aðeins meira en 5,8%. En það geti breyst sko ef að Inga Sæland stendur við stóru orðin og hættir í næstu kosningum. En stóru fréttirnar eru samt þær sko að það er bara mjög ákvæmt að flokkunum á þingi sé aðeins að fækka aftur. Þetta var Það voru áttur 8 tíma. Já, þetta var 6. komið, þú veist, borgarhreyfingin, Þór Sari og eitthvað, þú veist, það kom ekkert út úr því sko nema bara, þú veist, eitthvað rugl sko. Eitthvað alls konar svona fólk, Björn Leví sem er núna hættur á þingi og komin á Facebook og þannig að þetta kannski er að komast í eitthvað svona eðlilegra horf aftur sko, en þarna Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn okkur neginn á svona sama stað sko, gætu myndi þetta dugi meirihluta fyrir þessa 2 flokka, það er nú ólíklegt nema 1 af 5 flokkum detti út, það er að segja Flokkur fólksins. Já. En það er auðvitað langt í þetta sko. Þið sjáum bara hvað fylgi Viðreisnar hefur lekkað rosalega mikið frá kosningum. Já, ég meina, ætli það sé ekki Flokkur mælist honum með 10% styrki, þetta er flokkur sem ætla að leiða okkur inn í Evrópusambandsins síðan. Já, og Þorgerður Katrín er bara ein af því. Já. Það er samstarfsmennin í ríkisstjórn, þeir bara lyfti ekki litlafingri til að taka slægin fyrir þetta mál. En ég skil nú bara mjög vel að Þorgerður vilji gera þetta núna þó að þetta sé hræðileg tímasetning og við förum bara í gegnum þetta leikrit í sumar og fellum þetta svo í ágúst. En þetta er náttúrulega bara svona, þetta er pólitískt erindi Viðreisnar, það er Evrópusambandið. Þetta byrjaði með þessu frekjukasti á Helga Magg þegar hann fekk þetta í gegnum landsfundi í Sjálfstæðisflokknum. Já, 2013. Já, og stofnaði þennan flokk í kringum ESB og áheita hægriflokkur sem hann náttúrulega er svo augljóslega ekki. En ok, þau fá þetta í gegn núna, láta á þetta reyna og við sjáum hvernig það er að ganga hjá þeim akkurat núna. Já, er eitthvað meira þetta að segja? Fylgi Sjálfstæðisflokks það stendur í stað, 19,5%. Það hefur lítið hrifst síðustu mánuði. Já, er þetta önnur könnun í röða sem eru undir Miðflokk? Já. Hvenær verður þetta trend? Ég held að þetta sé orðið trend fyrir einhverju síðan, sko, en þetta er náttúrulega, ég myndi halda þessir 40% sem eru að kjósa þessar 2 flokka séu sammála 90% öllu, sko. Já. Þannig að... Já, líklega, það er rétt. Ég held að munurinn sé sá að Miðflokkurinn er að sækja atkvæði nema Sjálfstæðisflokkurinn virðist ennþá vera og hrókafullur til að trúa því að Miðflokkurinn eigi að vera til. Já, ég veit. Já, það sé ekki bara einfaldast og besta skýringin á þessu. Það er allan það sem maður upplifir, þú veist, nú er ég ekki flokksbundin hvorum flokki, maður svona heyrir alltaf sömu sögun úr ranni Sjálfstæðisflokkurinn, þetta sé nú bara eitthvað muni falla aftur og allt þetta, en hinn er virðast að vera mjög vinnusamir. En hins vegar voru þetta nú ágætari efnaðarstilur hjá Sjálfstæðisflokknum daginn. Já, mjög góð. Þú veist, maður svona velti fyrir tímasetningin réttur í páska, en í raun og veru var þetta góð tímasetning, að þetta var kannski síðasti séns, sko, áður en að sveitarstjórnarkosningarnar taka allt yfir, sko. Já, og fólk að ræðið eitthvað í fennum. Já, og þetta, en náttúrulega, Samfylkingin náttúrulega bara greip perlufestina, var í miklu sjokki yfir þessu og svo mikil öfgastefna. Lækka skatta, bara guð mig góður, sko. Þannig að, þetta var skref í rétta átt. Mér finnst það fínt, ég verð bara að hrósa Sjálfstæðisflokknum fyrir þetta, því að svo munum við vantarlega bara sjá meira af þessu. Við þurfum að gera það. Það er
viljum sjá meira af þessu frá þeim. Og þetta náttúrulega bara þvílíkt sóknarfæri núna að vera hægriflokk, vera stærsti stjórnarstjórnarflokkurinn í hægra megin á móti þessari ríkisstjórn sem náttúrulega bara miklu vinstri sinnar en flesta grunaði. Og búin að missa tökin á verðbólgunni og vöxtunum og öllu því. En til að geta svona balansina, ég veit að þetta er hærsina. Ég meina, ég ekki sigurinn í þessum könnunhaldna samfélkingin að mælast. Jú, það mælast með 30% fylgi. Og hvað segir okkur það? Það verður ekkert af þeim tekið. Já, í augnablikinu þeim að takast að sameina vinstrimenn svona þokkalega í einum flokki. Það hefur ekki alltaf tekist hjá þeim. Ég mikill hægri maður og vill hægrinu sem mest hérna á Íslandi. En ég verð að viðurkenna að mér finnst það stundum örla því að við hægri menn erum svo rosalega fókusirar á það bara hvað einhvern veginn vinstri hæðilegt og allt það. Við gleymum svolítið að horfa á það sem andstæðinga og sjá styrkleika þeirra og ég held að sé alveg bara greinilegt að Kristrún Frostadóttir að spila sterkasta leikin. Þið sjáum í borginni, þar líka samfélkingin hæst, hún skipti þar út og oddvita. Þú veist þannig að þetta er leikmaður sem við hinn þurfum að þá að reyna að skáka eða þeir sem eru meira til hægri. Það kannski engin annar leiðtogi annars flokk sem að rauninni á eitthvað breykja en akkurat núna. Nema kannski Sigmundur Davíð, en hins vegar held ég að sniðmengi kjósenda sem að velta fyrir sér hvort eða kjósa miðflokkin eða samfélkinguna sé nánast ekki til sko. Hins vegar eitthvað sniðmengi milli sjálfstæðarflokksins og samfélkingarinnar. Ég held að sé alveg slatti af fólki sem að getur hugsað sér að vera öðru hvoru megin þar. En þó hún þó að tala inn í útlendinga vangavöldi sem miðflokkurinn hefur lagt upp með og það kemur ekkert óvart að þessi flokkar getur náð saman hitt og þetta. Já, ég meina hún brittaði nú bara upp á því Kristrún daginn og sem ég held að endur hafi verið dulbúin hótun til núverandi samstarfsflokka öðru fremur. Já, það verður fróðilegt að sjá þú minnst þess á Framsókn og Lilju. Við sáum að Ólafur Þ. Harðarson prófessor, hann túlkaði þennan þjóðbúst þannig að Framsókn ætti að leita meira til vinstri og fyrir frumherja að segja skoðun eða endurskoðun á þetta. Þetta er náttúrulega bara rökrétt framhald og öllu því sem að Ólafur Þ. Harðarson hefur verið að segja síðasta árið. Ég meina, hann var nú alltaf svona nokkuð balanseraður í sinni nálgun á hlutina. Það hefur minnkað aðeins síðasta ár. Það hefur algjörlega horfið eins og dökkuri sólu og hann náttúrulega bara, stíður Kristrúnu og vill að henni gangi sem best, hvernig sem það gerist. En hvernig var það? Þetta hýttur sem að vera spurning sem að Lilja að spyrja sig þess að Já, ég að hugsa, gætu samfélkingin og verið skipt flokki fólksins út fyrir Framsókn? Nei, það næði því, það næði ekki meira hluta. Nei, einmitt. Það á Framsókn fara hvað tala fyrir hærri sköttum eða hvernig ætlar flokkurinn leita meira til vinstri? Já, Framsóknarmenn hafa alltaf verið, ekki nefnilega hærri sköttum, en þeir elska að setja peninga í alls konar hópa, sko. Það er verið að keyra Svo í síðustu kosningum allir verið að vera sympatískir á þessu útlengamál, það virkaði ekki, en hann var verið mikið að keyra á þessu menningarmál líka, sko. En já, hann kannski að reyna stuðla að því að Lilja og Kristrún geta eitthvað að tala saman. Ef Lilja kemst inn á þing næst, það er bara ljós. Nú ég ekki stjórnmálafræðingur, sko, en maður ætti að hugsa gögnin sem ætti að liggja fyrir til að taka þetta afstöðu. Þeir voru að aldrei mælst þess illa í borginni og tapa þar alveg rosalega. Tapa síðustu alþingiskosningum einmitt af því þeir voru til vinstri. Hvernig getur þú þá komist þeirri niðurstöðu þeir ætti að vera með til vinstri? Já, ég bara áttum ekki alveg á því. Ég ætla að setja endurskoðun á þetta og fá Lilju bara í settið. Já. Þá sjáum við til hvort að bílinn fari í gegn eða ekki. Jú. En en þetta, maður er nánast hættur að taka mark á því sem Ólafur Þ. Harðarson segir, sko, og ég skal 100 hitta að verður fengið aftur í kosningasjónvarpinu næst eins og alltaf. Hann verður það. Hættir hann ekki með Bogi Ágústsson hættur. Verður þeir ekki á kosningavöku? Geta þeir ekki bara verið heim í stofu hjá öðrum hverjara og bara tala við Þurfum við ekki að plana aftur kosningasón? Það verður kosningasón. Já, það ekki. Og nánar það síðar. Það er alveg klárt. Ég held að eina ástæðan fyrir að Ríkisútvarpið fór í þetta leikrit með að hætta vera ekki með Eurovision hafi verið að því þau nefntu ekki að gera bæði sama kvöldið, sko. Sveitarstjórnarkosningar og hitt. Já, það er örugglega bara það. Enda eru þau með þetta stórfurðulega prógram núna góðir Íslendingar í gangi. Þeir voru búin að selja auglýsingarnir inn á Eurovision, sko. Það er svoleiðis, sko. Það er líka rétt. Strákar, næsta frétt, einn frétt í viðbót svona sem við kannski skoðum varðandi pólitíkina. Ég sagði hér áðan að flokkurinn eða ríkisstjórnin væri eiginlega búin að missa svona tökin á efnahagsmálunum. Þú veist, við höfum rættið það mikið hér og ég ætla ekki að fara í þaulaði það en við sjáum að
svona, við töluðum það kannski rétt fyrir áramót og í kringum áramótur það að þetta myndi fara að hafa áhrif á fylgið. Það að segja að vextir myndi ekki lækka, verðbólga myndi ekki lækka, hvorugt hefur gerst, eða hvorugt hefur átt sér stað, þannig að og þetta farið að sjást í könnunum. Við sjáum núna könnunni síðustu viku frá maskinu, þar sem kemur ljós að fleiri mælast nú óánægðir með ríkisstjórnar heldur en ánægðir. Engar stórfréttir þarna, þetta ekki mikil sveifla, en það samt svona, það einhver þróun að eiga sér stað. Já, þetta ekki bara út af því að, eins og við höfum rættið nátt að svo Kristrún sérstaklega, hún alltaf kosin út af það, alltaf ná niður vöxtum og verðbólgu og verður þar aldrei fyrst og fremst dæmt af árangri í þeim efnum og sá árangur allir verilega að láta á sig standa og þetta var alltaf algjört klúður með þessar vörugjaldahækkanir í janúar. Það eru allir sammála að það hafi svolítið sett smá hleypt verðbólgunni af stað og svo líka fólk ekki vitlaust, það sé náttúrulega í gegnum, ég ætla ekki að segja þessar stolnu fjæðrir sem það að skreita sig með þetta, ég ætla að segja ekki fyrir skítugar fjæðrir, eins og dæmis mann einhvert var Jóhann Páll eða Logi Einarsson eða einhver annar sem var að tala þetta minnsti raunvöxtur ríkisútgjalda milli ára í langan tíma. Býtu, akkur það? Fjárlög fyrir 2025 voru 1480 milljarðar, svo voru samþykkt 5 fjáraukalög á næsta ári og heildarútgjöld ríkissjóðs enda í 605 milljörðum og svo voru fjárlög upp á 620. Þetta bara 15 milljarðar í viðbót. En þið voru að bæta við 120 aukalög síðast ári, þannig að fólk sér alveg í gegnum þetta sko. Ég tók eftir því þegar ég bjó í Englandi, þá var ég að upplifa núna eftir skipti bara til að taka svona að þurfum að velta fyrir skattum og gjöldum og slíku að hitaveitugjöldum mín, hitinn og húsinu mín var meiri en hann var á mánuði í Englandi. Er það svolítið? Hér í Reykjavík? Já. Hann mögulega er það bara einhver lélegu hitakerfi sem ég með en það er allan að ég teki eftir þessu annars staðar líka, þetta hægt og bíndi búið að hækka og það eitthvað væri áhugavert að sjá svona munn á því, auðvitað þarf þetta að hita minna í Englandi, ég ekki að segja þetta sé alveg sambarlegt en svona þessar vangaveldur að hér sé ódýr orka og annað slíkt og það þá að hjálpa okkur að búa hérna sko. Ef það er að fara að kroppa í það þá svona minnkar og minnkar. En allt svona sem hefur áhrif á heimilisbókhaldi hefur auðvitað áhrif á stjórnmálaskoðanir að einhverju leyti. Þú veist, leið og kílómetragjaldið og alls konar hlutir eru núna dett inn. Fólk bara, skattar eru háir, fólk finnur fyrir því. Veist, þannig að verðbólgan er auðvitað há líka og vextin alltaf eins og við búin að tala um. Veist, fólk finnur fyrir þessu veskinu. Nei, já, líka bara. Þá eykst óhenni með ríkisstjórnina. Og það er líka alltaf þessu umræða, ég meina þetta er kannski, ég vonandi ekki tekið okkur samingja þegar ég er í stjórn orku fyrirtækis en sko eigum að líta á þessa raforku sem eigum sem bara einhver aðföng sem við viljum hafa eins ódýr og hægt eða eigum að líta á þetta sem eitthvað gull og reyna að fá alltaf sem hæst verð fyrir þetta. Ég segi frekar að þetta hefur verið samkeppnisforskot fyrir Ísland áratugum saman, hafið þetta ódýrt að það er kannski einn af fáum hluti sem eru ódýrir hérna, þannig að þurfum að halda þessu þar í staðan fyrir að líta á þetta sem eitthvað sem endilega að maksa, vera frekar bara með mikið og vera samkeppnishæf. Kannski að hætta líka eða peningum í Carbfix og svo drasl, en hérna tökum þá umræðu setna. Já, ég segi ekki orð. Nei, ég held samt sem að bara að þessu mjög stuttlega með að því að þetta stundum minn ég var í þessum orkugera í langa tíma, ég held að sé alveg rétt hjá þér sko að það verður að vera alveg skýrt að forgangsröðunin allavega hitaveitna er bara hitaveitur og hluti af hagnaði hitaveitna og ekki að fara í arðgreiðslu til Reykjavíkur, það á þá bara að fara til þess að minnka hitaveiturreikning okkar og það er eitt og hitt er það að endurfjárfestingar orkufyrirtækjanna kannski fyrir utan HS Orku á sérstaklega orkuveitunar, endurfjárfestingar í borunum aðru slíkt eru ekki nægar og það er skekkja þá raunverulega mynda félaginu það ótu okkur hita á endunum og slíkt og meðal annars hefur verið bara verið að fá leyfi til að bora og slíkt og ég nefndi þetta aftur og aftur að þó skilir ákveðnum EBITDA þá er eftir EBITDA endurborunir og þú þarft ekki og eftir það er hagnaður sem átt á ekki skilja til hluta og ef að menn skilja þetta ekki og eða fyrirtækin sem eru að operata þetta þá þarf að gera breytingar og ég hef smá áhugjur að því að það sé ekki verið að huga nægilega mikið að þessu. Það er bara líklega rétt. Já, þetta eru erfiðar ákvarðanir. Ég get sagt ykkur það þegar maður stendur fyrir því að bora alls konar svæði og það getur verið ekkert. Það kannski að bora 500 til 800 milljónir og svo ferður til stjórnarmanna eigum að bora, hvað er svo mikla líkur þetta gangi? 25-30%.
Þetta er óþægilega ákvörðun. En spyr svo sem ekki veit, þekkja menn ekki orðið svæðin nokkuð? Jú, þú ert alltaf að vera betur og betri og eiga að vera nær 80%, en þetta er samt svona, þetta er stóru uppæð og þetta gengur ekki alltaf, en þetta er bara svona besta leiðin finnst mér til að útskýra þetta, þetta er eins og bóndi sem snýr túnum til að fá meira út úr túnunum. Hann er ekkert alltaf vissum að túni getur kalið og getur komið vond season, en þú bara verður að gera þetta, annars minkar uppskeran af túninu ár frá ári sko. Heifingurinn. Já, ég meina ég svo sem ég er ekki verið gagnrýninn og það opinberlega þarna innan Orkuveitunar að það sé alltaf verið að taka alla þessa pening út úr fyrirtækinu. Ég meina bara síðustu 7-8 árin er þetta 40 milljarðar sem er búið að taka í arðgreiðslur og ég hef bókað opinberlega það að það sé út í hött að taka þessa pening út úr fyrirtækinu í staðinn fyrir að nota þá til að styrkja starfsemina. En vonandi verður eitthvað breyting á þessu þegar það verður komin einhverjir nýir sem stjórnaðir á þessunu við þurfum að vona það. Já. Sjáum til með það. Er eitthvað meira þetta að segja? Við erum bara flóta að sjá hvernig þetta þróast í sumar með þróun á stuðningi við ríkisstjórnina. Já, en þetta er byrjað að snúa í þessa áttina en það virðist vera sem að margir stökkvi yfir á Samfylkinguna og það er bara eins og við rættum á hann, Kristrún er bara öflugur leikmaður, við erum bara að viðurkenna það. Bara áður fyrir ég taka smá vinkil við ESB en smá hérna bara algjör útútur. Ég ætla ekki að bara sjáta á þetta vinni mína í köfunarþjónustunni sem voru nú að saminast köfunarþjónustu Sigurðar. Þannig að það er bara samrunni í gangi. Stærsti samrunni ársins hingað til? Já, ég myndi segja það. Ég veit þetta er ekkert annað í hug. Þannig að það er sko þeir eru einhver flótbryggjur á Grænlandi? Jú, við erum með 4 hjá okkur. Já, ok. Hverju höfnunu þurfa því að halda þetta eru menn voru eitthvað að við þurfum að kíkja í kaffi þangað með öflugar flótbryggjur. Menn voru eitthvað að reyta hársetti yfir að Skæja og Íslandsbanki eða ekki gengi en svo fáið þetta bara í staðinn. Þetta er bara geðveikt. Bara miklu betur fyrir efnahagslífið. Já, heldur betur. Þannig að bestu kveðir á vin okkar þar. Þeir voru nú mættir á Björgkvöldið í síðustu viku. Og voru að færið okkur forlátt á derhúragjöf og fleiri á svæðinu. Þurfum að fá fleiri. Já. Þannig að þær fóru hratt. Það fóru mjög hratt. Ég seldi þær dýrum dómi. Þetta eru alvöru menn. Þetta eru alvöru menn með stóra aðeins. Ég meina þeir eru að skoða sjókveðarnar og þeir eru í öllu þessu sem að skipti máli. Já. Og flótbryggjurnar sem ég myndist á. Einmitt. Þannig að gleyma þeim. Mengunarvarnir og allt þetta. Allan, ég vildi bara gefa það sjátátt. Strákar, næsta mál. Það er þessi blessaða þjóðaratkvæðagreiðsla, boðaða þjóðaratkvæðagreiðsla. Ef að kíkja á stuðulinn, ég segi nú bara erlendir veðbankar hafa fjallað um þetta og það er nú eitt sem heitir EpicBet sem er með stuður á þetta. Þar sjáum við að veðbankinn er að gera ráð fyrir því að þeir sem kjósi já, stuðullin þar er 1,85, hann er 2,05 á neyið, þannig að veðbankinn er það að gera ráð fyrir því að fleiri kjósi já í ágúst, en þessi stuðlar hafa eins og að breyst. Þeir voru 1,8 í byrjun. Það er búið að draga saman með þessu. Var þetta ekki 1,8, 2,30? 2,15 minni mig. 2,15? Í rauninni er veðbankin í rauninni breytir þessu ekki sjálfur. Þetta er í rauninni bara... Þetta er hreyfingin á veðmálunum. Stuðlarnir breytast eftir því sem að fólk setur á þetta, sko. Þannig að, sko, það er einhver þróun þannig. Já, og hafa veðbankarnir ekki reynst ansi samspáir í hinn og þessu? Jú, allan fyrir sístu þingkostingar, það voru það sko. Þannig að, eitthvað sem við kíkja meira á Epic, ánum fyrir það. Hvernig eru stuðlarnir á Masters? Erum við með það eða? Já. Það verður náttúrulega helgin verður... Gott útvarp. Já, og þetta er sjónvarp. Já, helgin verður undirlögð. Stjarnan K.R. Já, Stjarnan K.R. náttúrulega líka, en sko þetta, já, næstu 4 kvöld færi þetta hjá mér. Ég ætla að spá sigurvegara. Á Master? Já, Matt Fitzpatrick, það er mitt pick. Hver stullar hann? Ég held þessi 23. Hann er svona top 10 contender, en mér líst vel á hann fyrir þetta mót. Og veit dóttirinn að þú tókst fermingapenningin og settir undir þarna? Já, hún veit líka að ég kefst andur en gólsett í fermingagjöf, þannig að... Svo náttúrulega handboltinn í gangi líka. Þannig að, hvað segir þú? Stjarnan K.R.? Já, þú veist, heima með mér, sko, var þetta útskipt svona, sko... Þannig að við ekki ráð fyrir síðri stjörnunar? Já, við erum underdoginn í þessu. Já. Við nýkomnir upp deild, spilum bara káringum fyrir utan þessa 4 útlendingar sem allir eru með í sínum deildum. En það er þetta verður skemmtilega, þetta er upprisan. Já. Upprisan í Östurbænum. Já. Ég ætla að stöða þessu umræðu ára fyrir lengra. Það er
Kjarnorkuákvæði ég ætla að beita það eitthvað sem ég get lært á Þórunni, þá það. Já. Ef það einhver tíma líklegt að þetta knattspyrnuhús verður byggt í Vesturbænum, þá það núna. Pétur Martins, við erum búin að verja okkur alla. Já, KR eru full hetsaðir bara í þessum kostningum við það ekki. Þetta ljóta að vera bara. En ég fór að benda á þessa stuðlaðið náðana því að þetta alltaf rýmar svolítið við vonandi það sem að gerast. Ég meina við sjáum það könnun í viðskiptablaðinu í vikunni. Það sem kemur ljósa meirihlutin andvígur aðild að Evrópusambandinu. Við skulum alltaf hafa það á hreinu að kosningin í ágúst snýst auðvitað bara aðild að Evrópusambandinu. Það ekkert sem heitir að fara eitthvað í viðræður og þú veist, spurningin í rauninni bara svo, viltu ganga í Evrópusambandið ekki? Það spurningin. Og ég held þó hann sé orðið með öðru sér hætti. Ég held einmitt að langflesti séu búnir að fatta það það sé eitthvað lítið hluti sem heldur að þetta sé ekki kíkja í pakkan og eitthvað, en auðvitað snýst þetta náttúrulega bara þetta. En það verður eins og ég sagði það, Kristrún hefur ekki lyft litla fingri í þessari umræðu nema bara að segja ég treysti þjóðinni og setja einn status að kæra þjóð og eitthvað svona En þetta ekki líka bara taktist hjá henni að leyfa þessu bara einhvern veginn þegar allir í sumrinu að klára þetta bara og vona að þetta verið fellt og þá getur einpitsir að milliríkjasambandi, milli Færeyja og Grænlands og Íslands. Jú, það var óskandi. Það var óskandi. Það öllum bröðum beitt í þessu. Eldur, þú ert jarðfræðingur, þú ert hagfræðingur. Við sem fáum teik frá þér kannski á þetta. Við sáum að Helga Vala Helgadóttir, hún var nú að fjalla námslánin sín í síðustu viku. Einhvern veginn þá vantilega í samhengi við inngöngu í Evrópusambandið og fór að tala um það að námslánin sín hefðu hækkað mikið á milli ára á þeim árum frá því að þau voru tekin. Hún búin að læra leiklist og lögfræði á námslánum. Já, einmitt. Hún staflaði upp bara einhverjum 25 milljónum á námslánum eða ekki? Já, við sem bara 11 en ok. Já, ok. En jú, segja bara 25. Já, 25 eða 35 eða hvað það var Já, en Konráð náttúrulega svaraði þessu vel. Þetta náttúrulega mjög hagstæð lán og þú veist þarna í greiðslu skjóli rauninni árum saman ef þú kýst að gera það, en þetta náttúrulega þýðir það að það eitthvað sérstaklega eftir að þú ert búin að ljúka námi þá þetta bætast einhverjar verbætur á þetta, en ég hvet nú bara allir til að lesa. Til uppröðin fyrir hlustundar og sniðastundu það var einnig bara eins og við sjáum þessu umræðu oft koma fram það bara hvað lánin hefðu hækkað, þetta verðtryggð lán eins og segir og tekið fyrir löngu síðan á 0,4% vöxtum. 0,4% þannig að einmitt það það er tvennt sem ég ætla að segja, bara fyrsta lagi þá er ég bara fegin að Helga Vala var aldrei fjármálaráðherra og í öðru lagi að þá hefði hann kannski haldið að einhver sem starfaði sem lögmaður og eða alþingismaður með svona þokkalega tekjur hefði kannski bara nýtt tækifæri þegar vextinni voru óveitri lánu voru kannski ykkur 1-2% og skuldbreytt. Það voru margir sem gerðu það. Greiddu upp námslánin sín. Það hefði líka verið hægt. Var hún í námi í Búdapestu eða hvernig var það? Ég veit ekki meir. Ég held að sé líka hægt ef þú ert ég held að mig kannski alveg bara minna á það ef maður er kannski vinstra minnlífinu, ég hef nú verið þar. Ég var einu svona kannski meira til miðju, móður mjög kvenlegasta kona, ég var alinn upp við þetta. Að þá er hugmyndin heyrðu, þú færið eitthvað frá ríkinu eins og námslán og svo er rosalega mikilvægt að skila því tilbaka svo að börnin og barnabörnin geti hlotið það sama og þú en þetta finnst mér vera bara miklu meira ætt við einhver svona einstaklingshyggju að segja ég ætla ekki að skila þessu tilbaka en ég held að fólk þurfa aðeins að hugsa það og hætta þessu væli og bara fara að vinna og skila tilbaka og hjálpa næstu kynslóð að komast áfram Já, ef þú ætlar að vera með þetta ríkisfyrirkomulag á þessu. Já, algjörlega. Þetta, í Danmörku ég nefni oft Danmörku en undanfæri því ég veit að það er í töðunar á Íslandingum að þar alltaf að tala um þetta svona samfungdeg, samfélagslega ábyrgð og þannig mikið kemur úr ranni þessar vinstrimann, þessar samfélagslega ábyrgð og eftir nefni hérna, þú ætlar að vinna minna, þú ætlar að vera meira í fríi, þú ætlar að drekka dýrar í kampaun í hverju opnunni, þú ætlar að halda allar þessar skrifstofu, þú ætlar að setja allt þetta skrifraði okkur og þú ætlar ekki að borga tilbaka námslánið þín sem barnabörnin getur fengið. Þetta er ekki rétt hugsun ef þú ætlar að byggja samfélag. Nei, og svo bara víða heim er þetta þannig að fólk er að böðlast í einhverju næturvinnu og einhverju næturvöktum og til að koma sér í gegnum háskóla, til að geta borgað einhver háskólagjöld, Þannig að þetta er algjör lúksuspakki sem er í boði hérna í raun og veru. Já, og ég er alveg ekki að samla því að við eigum að vera með fjármögnun fyrir ungt fólk til þess að geta mennta sig. Af því að við vitum ekki í Íslandi, við erum bara með ákveðið mengi og við vitum ekki hverjir eru bestir í að mennta sig.
Þannig að það er ekkit endilega fólk sem á mikið eða á foreldrar sem á mikið, þannig að við viljum alltaf fjárfesta í besta fólkinu, það er svona framtíðin. Þannig að mér finnst bara frábært þessu þetta kerfi, en þeir sem að geta nýtt sér þetta kerfi, á bara að vera heiður að fá að skila þetta tilbaka. Það er þessi 3 stig sem að ég hef ekkert bent á það, ok, þegar kemur að eitthvað svona jafnrétti, þá byrjum við á því að þessi allir jafnir fyrir lögum, við erum komið þangað, það vilja það allir. Svo kemur eitthvað sem heitir jöfn tækifæri, sem til dæmis þetta námslánakerfi, þannig að það verður allir tækifæri til að mennta sig. Svo erum við fólk eins og Helgóli og fleiri sem vilja að hafi allir jafna útkomu, óháð öllum ákvörðunum á æfinni. Þannig að við þurfum að draga línuna við jöfn tækifæri, jöfn útkoma, það endar illa og það er Helga Vala og Inga Sæland og þetta fólk sem að hugsa þetta á þeim nótum. Ég var að koma að þessum, þetta er alltaf, en bara hrósa Konráð fyrir að klára þetta. Já, hann er segur. Hann er segur, kallinn, hann kann þetta. Hagfræðingur sem þú? Já, miklu betri hagfræðingur, sko. Já. Annar mál sem ég langar til að koma örstuð inn á í samhengi við þetta, við sáum að Þorsteinn Pálsson, fyrrverandi forsætisráðherra og einn af stofnendum Viðreisnar, hann skrifaði nú grein á DFF í síðustu eða Eyjuna, þar sem hann var að setja út á það að Halldór Benjamín Þorbergsson, sem hann viðtali hér í Þjóðmálum fyrir 2 vikum, síðustu viku, Dimluvikunni, og Bogi Nils Bogason og fórstur Icelandair að þeir hefði verið að tjá sig þessi mál, Evrópusambandsmálin. Sko, ég ætlum ekki að rekja grein Þorsteins í smáatriðum, en ég ætla hins að gera það síðar, full nöðsum á því. En þannig velti það upp inn í punkti, strákar, þegar ég flettum aðeins niðar, þá segir hann það strax upp á við, ekki svona niðarlega, þá segir hann þarna að forstjórar tveggja fyrirtækja sem eru eigu lífeyrissjóðanna hafi með greinaskrifum sínum tekið þátt í pólitískri herferð Miðflokksins og hinna stjórnarandstöðuflokkarnir gegn því að fólki í landinu fái sjálft að ákveða hvort að aðildarviðræðum við Evrópusambandið verið framhaldið. Er þetta svona einfalt? Getur þú sagt bara að því að einhver forstjóri sem að með fyrirtæki sem er skráður Kauphöll tjáu sig eitthvað um málið, hann er ekki sammálaðir, er það að taka þátt í hvað segir hann, pólitískri herferð Miðflokksins? Nei, ég held að þetta sé einmitt bara pólitísk herferð Þorsteins Pálssonar að mála þetta svona upp. Auðvitað er allir rétt á sinni skoðun, saman hvort það eru við að Bogi eða Halldór Benjamín og þeir eru bara með eitthvað málefnilega innlegg varandi það hvernig þetta horfir við þeim. Og Bogi Nils var eins og við höfum nú rifið upp hér áður, hann skrifaði grein daginn þar sem hann vildi koma með eitthvað innlegginni inn í þessar baráttu við verðbólguna og segir svo bara í rauninni algjört aukaðir í greinina, segir að við munum hægt að leggja þessi Evrópusambandsaðild til hliðar til að einbeita sér að hinu. Já. Það var nú ekki afdrifafríkar en svo, sko. Nei, mitt, þetta var ekki öfgakennt skrif. Nei, síður en svo bói ekki álega varna því. En það er svo annað sem hann segir í þessu, sko, að hann er að tala um það að lífeyrissjóðirnir eigi þessum fyrirtækjum. Svona, hann er rauninni, maður getur lesað milli lína, hann er rauninni að leggja það til að lífeyrissjóðirnir sem eigi hlut í skráðum fyrirtækjum segir fórstjórum fyrirtækjana að vera ekki að tjá sig þessi mál. Og þá velti ég upp þeirri spurningu, ef að Bogi og Halldór Benjamín hefðu skrifað grein til stuðnings þessu máli, hefði Þorsteinn Pálsson skrifað þessa grein? Já, hann hefur brjálaður. Já, við erum með Kauphalla fórstjóra hér, en þú hefur nú ekki Ég bara svo lítið í Amarok, þetta er alltaf. Nei, ég held að sko, það sem gerir samfélag sterk eru skoðanaskipti og auðvitað ég var að reyna að gera það á sem fallegastan hátt og allt það en og til þess að þau séu sem best þessi skoðanaskipti þá þarf flestir að taka þátt og það sem ég hef smá ágjur af sko, ég hef verið með og móti Evrópusambandinu og ég líka viðurkenni að ég er ekki sérfræðingur í Evrópusambandinu og ég er ekki sérfræðingur í utanríkisviðskiptum Íslands eða neitt slíkt en ég held að það sem Kauphallafórstjórar eru mjög góður í, að við erum mjög góður í átt okkur á samningsstöðu, þegar við erum alltaf að díla við einhvers konar samningsstöðu hverjum degi, hvað kaupi olíunum og hvernig læti fyrirtæki myndi virka á hana slíkt og ég held að við öll sem erum í Kauphöllinni, ég þóra að fullyrða það, við myndum horfa á málið þannig að við segja því sem til þess að hvort sem við viljum fara í Evrópusambandið ekki, þá viltu byggja sem sterkustu samningsstöðu fyrir Ísland og það þýðir það að þú ert með sem lægstar skuldir, þú ert með sem bestan efnahag, ríkissjóður rekinn sem best, þú ert með góða vinnuþátttöku og svo framvegis. Þannig viltu nálgast samningaviðræður, ekki þegar þú ert á slæmum stað, þegar þá áttu líklega til að gefa eitthvað eftir sem getur haft áhrif á þig til langs tíma.
Þannig ég held að það sé svolítið rauðið þráin og kannski það gagnrýnverk, kannski erum við að horfa á þetta bara til og skamstíma eða kannski erum við að horfa á þetta of mikið svona viðskiptalega, en ég held að oft á tíðum horfa fólk sem í einkarekstrinum og slíkt á nákvæmlega þetta, hvernig myndar þau sem sterkasta samningsstöðu og við erum ekki sterkir samningsstöðu í haust með verðbólguna sem hún og með ríkissjóða sem hún og með fólkið sem þannig að það hættulegt að fara í samningaviðræður ef þú ert undir skrúfinni sko. Og sérstaklega þegar við erum með utanríkisráðherra sem gerir allt sem hann getur til þess að skemma sambandið til dæmis við Bandaríkin og maður þorir ekki að trúa það en það til þess gert að ýta okkur frekar inn í Evrópusambandið. Sko, ég held að Þorsteinn Pálsson trúi því alveg í hjarta sínu að Íslandi sé betur borgin innan Evrópusambandsins og það alveg valið skoðun sko. En ég held samt að stór meirihluti þjóðarinnar sé ósammála því. Það finnst mér leiðilegt að svona reyndu maður eins og hann sé komin svona langt niður sko, að gera mönnum upp eitthvað að það sé eitthvað í miðflokknum og að þetta sé eitthvað herferð. Þeir eru bara að segja sína skoðun eins og þú segir. Ég held þetta sé reyndar fyrir anstæðinguna sé þetta gott. Já, þetta er náttúrulega. Íslendingar við erum svo rosalega sinnikal. Leiðu okkur líður eins og einhver allar að stýra hvernig maður hugsa, þá mannlega hoppu við eitthvað annað. Þannig að hann var bara, þetta sem kallaði sjálfsmark í svona Já, einmitt. Ég vona það. Af þeim ástæðum sem við höfum verið að ræða hér, sko. En þetta er alveg rosalegt að sjá hvernig kallinn er orðin í þessum pislum sínum. Já, þetta er skytið. Það var alveg tölvöld mikið variðan hérna einu sinni. Kannski lesið hún ekki margið, þetta er þarna byrkt á DFF, þannig að kannski við bara gera þeim óþörlega greiðum með að benda á því hér. Já. En ok, mér langaði bara aðeins koma inn á þetta. Ég var mjög hissa á þessu skoðunars að lífeyrissjóðirnir ættu að reyna að þakka niður í forstjórnum sem tjásu mál sem að Þorsteinn Pálsson ekki sáttu við að gera í. Það var mondust að það væri niðurstaðan. Látum þessu lokið. Ég ætla að stráka þig á grillinu. Ekki, kveika yfir úr grillinu. Sem fást hún endar í kjötkompaníinu. Það er hægt að grípa bara grill og steik á sama staðnum. Já, bara yfir. Ef maður er alveg reyn. Það er oft gert sko. Já, það er líka bara stemming. Já. Kaupa grill, droppa nokkur 100 ásköllum. Já. Tjaldurinn að koma, grillið upp. Já. Tjaldurinn? Já, hann er kominn. Hann er kominn, já. Ég heyrir þannig gjallið í honum, það er kartöflugarðan. Ertu byrjar út á gólfvelli eitthvað? Nei, það er bara því miður ekki komin aðstæður í það. Ég er meðlumur í 2 klúbbum, ég er út á Nesi náttúrulega, NK, og svo skráði ég mig í golfklubb Grindavíkur í fyrra, bara svona til að styðja verkefni, sko, af því að þetta svona tvísýnt framtíð klúbbsins. Það er alltaf að fá títæm og svona. Það líka, sko, og bara skemmtu frábæra völlur, mælum með að fólk skemmti sér. Það var ekki aukatrið. Spilast hratt, og þetta er ekki nema hálftíma akstur af Vesturmönnum, kannski rúmlega. Við hvetjum allir til að kíkja á Everdur grillinu, þau eru alveg frábær, örgulega bestu grill sem að fást á landinu. Með þeim ætlaðu að taka hrósvikunar. Ég ætlaði mér að koma með hrós. Ég hef nú yfirleitt beðið viðmælendur að koma með hrós. Ég ætlaði að hrósa Smáríkinu, sem að gáfu, ég sá frétt helgina, það sem gáfu páskaegg inn á sjúkrahúsi á Akureyri. Það stóð til að starfsfólkið þar fengi ekki páskaegg, eins og starfsfólk Landspítalans reyndar líka. Þannig að Smáríkið rauk til, keypti páskaegg frá Nova Sirius, okkar bestu mönnum þar, og gaf starfsfólkinu. Síðan sá ég reyndar að það var einhver umræðan þetta og menn vildu að sjúkrahúsið myndi skili svo og fleira, sem þeir gerðu nú ekki. Ég ætla bara að hrósa Smáríkinu fyrir þetta. Og kannski líka bara senda kveður á Smáríkið í þeirri baráttu sem þeir eru í núna. Þeir voru nú að tapa máli í vikunni í héraði, en það fer hann fyrir Landsrétt sem stýrir þessari netsölu áfengis. Það er kannski annar mál, við ætlum að takla það betur. Þetta er mitt hrós. Já, og ég meina auðvitað er náttúrulega skrítið að horfa á það að þú getur pantað kassa af rauðinu eða hvítinu eða þessna bjórkassa bara á einhverju evróskri netverslun og það er bara keyrt heim til þín, ekkert mál, það hefur verið hægt í mörg ár. Mjög skrítið að íslenska verslanir sitja ekki við sama borð, en ég er finnst nú líklegt að þetta endi einhvern veginn öðruvísi í Landsrétti. Hérasdómur náttúrulega hefur orðið sífellt skrýtnari með árunum og ég held að þeir sem eru að standa í einhverjum svona málaferlum, þeir svona kannski hérasdómur, það kemur eitthvað ruglar eins og náttúrulega bara fyrir til Landsrétt og þá fáum við einhver alveg niðurstöðu og ég held að það verið tilfelli hér. Ég held að þetta svona mál, ég held að þetta endurspeglar svolítið í þessi Evrópuumræðu. Ég held að Evrópuumræðan snúst frelsi og ég held að þetta mál snúst frelsi og það sé ekki einhver sem forræðis ekki yfir og stýra þér. Af því að
sérstaklega í svona áfengismálum að því að annars ertu með einhver sem neytir áfengi og svo kannski einhver sem hættur að neyta áfengi eða fjölskyldan hefur þurft að díla við það og þá verður auðvitað forræðishyggja hann á milli og þetta held ég að til dæmis snúist þú veist, svona Evrópumálin snúist nákvæmlega þetta að það eru innan Íslandi margt sem við þurfum að laga þú veist, við höfum talað samkynniseftirliti eða þið hefur talað alls konar fjármálaeftirlit og svo framvegis það er alls konar smá ríki svo að segja smá ríki og ég held að fólk á stundum þegar velti fyrir sér Evrópusamband að hugsa ég losna kannski undan þessu smá ríkjum hérna í Íslandi hins vegar held ég það sé ekki rétt ég held við eigum ekki að fara á það því ég held að við aftur þurfum að ná utan allt okkur og vera sem samkynns að áður við förum að velta fyrir okkur einhverjum milliríkjasamningum og öðru slíku en mér finnst þetta svona skýrt dæmi þú veist, þarna verið að brjóta á einhverjum aðilum sem eru undir þá endavend einhver sem í Evrópusambandinu og þú veist, þetta bara að kippa í liði en sko, alveg sammála en samt ekki líklegt að þessum smá ríkjum í ríkinu muni fjölga í Evrópusambandinu ég held það eins og til dæmis fjölmiðlanefndin og eitt ég var að fara að segja það fráleita batteri í fjölmiðlanefnd það var eiginlega sett á fót að svona tilmælum Evrópusambandsins þau koma inn 2010 hvernig það var sem þetta byrjaði síðast og þau eru ekki með ná sterkt svona ofmörd kerfi þau þurfi svona agency og svona stofnun og að fá fjölmiðla nefndina stað sko. Þannig að ég held að það sé mikil miskilningur að verður ykkur fita skorin þú eru nú opið bara kerfið fyrir mig í ESB það verður alveg í hináttina sko. Ég er alveg samleikur og ég held að það verið sást skýrast þegar Bretland fóru Evrópusambandinu að þá var þetta svo skýrt hvað þeir ætluðu sér að fara illa með og þegar fóru út það snýri rosalega mikið af fólki út allan heim sem var að sá fyrir sér Evrópusamband einn átt en ekki hinn áttin. Þannig að ég er alveg sammála þessu en ég er samt sem að bara benda þeim sem eru andvígir að svona hlutur á Íslandi eru ekki gerðir til þess að hjálpa þessu málstæði. Það er alveg punktur. Sko ef ég tek þá í næsta því að mitt hrósvikunar svona ESB tengt líka sko. Þetta nú ég ætla nú bara vitna í ummæli frá henni mestu töðara á hverjuland Íslands sem heitir Egill Helgason sem setti nú bara inn á Facebook hvað var það í fyrradag hann segir að þessi pólitískur ómöguleiki að koma Íslandi inn í Evrópusambandi rétt eins og árið 2010 og ég held að þessi status frá Agli kannski hafi meiri áhrif heldur en hann átt að segja sko. Ég sammála því þannig að ég ætla að gefa honum prik fyrir að hafa komið þessu frá sér hann var frá sér algjörlega og það fyllilega skilið ég held að Egill Helgason ef hann hrifin af Kristrúnu sem ég held að sé mjög að þá ertu með 2 leikmenn ég held að Þorgerður sé að velta fyrir sér legacy og legacy flokksins og meðan Kristrún að velta fyrir sér pólitískri framtíð þess vegna ertu með svona mikið mismunum á milli og ég held að þarna sé standir hýurinn í kunni misgengi jafnvel jarðfræðilega nálgun á það Ert þú með hrós yfir grillinu? Já, ég ætla ekki að vera nefnt ég ætla hrósunum Þorbjarnarsyni fyrirlega KR í körfubolta og ég ætla að fá að nýta mér þetta tækifæri KR fjall úr efstu deild karla fyrir örfáum árum síðan og hefur náð að rísa á síðustu 2-3 vetrum ég man ekki alveg hvernig þetta upp úr því að komast aftur í úrslitakeppnina vera með alveg gríðarlega flott lið allt uppbyggt af káringum og þetta útlendingu líka og Þórir sem vann nú Íslandsmeistar til með KR hérna áður fyrr að spila alveg óbúslega vel sem þvílíkur leiðtogi og vann bikarmeistar til núna með KR og mér finnst þetta bara svona eitthvað sem við ættum að horfa í að þegar þú einhvern veginn mér finnst ekkert fallegra en þegar einhver fer að nér og nén og stendur upp og rís svona vel upp og KR körfuboltalið undir forystu hans Þóris og þetta þjálfara og annað slíkt á svo sannlega skilja hrósvikunar fyrir að vera komnir í úrslitakeppnina. Það er engin viðreisn að vera í þessu KR-liði. Getur ekki verið. Bara mjög gott. Þórður, þegar þú færir rafmagnsbíl, það kemur að því einhvern tímann. Þú ert alltaf díselhák núna. Nei, bensínhák. Þið langar að díselhák? Nei, ég er bensínkall sko og þetta þýðir. Hvað segirðu? Svo þýðir og fara betur í gangi í kuldanum og allt þetta sko og svo líka bara, þú veist eins og þetta spilast úr þessu hormúsundi, það verður nótilega bensín, það verður aldrei veisin á mér sko. Það er meira veisin á dísil og steinolíu sko.
Það til dæmis eitthvað sem getur gaggritt Evrópusambandið, og maður get ekki keypt inn alveg ameríska bíla út af einhverjum reglum sem gera þá kröfum að stefnuljósin séu appelsínugul eitthvað algjör þvæla sko. En byrju, þú varst að fara komin á rafmagnsbíla ég segi bara þegar þú kaupir rafmagnsbíl einhvern tímann, þá færðu þér svona amper rafstöð, það ekki? Ég er bara búin að fá mér hann og svona. Já, þú er bara, ég er bara klár. Bara með hann að klára fyrir utan. Já, bara fyrir nákvæmlega. En þú ekki komin rafmagnsbíl. Nei. En það kostar ekkert að setja hann upp. Ég er bara með þetta klárt. En það kostar ekkert að setja hann upp og þú er bara í áskrift og mér segir 2 mánuðir fríir þegar þú ferir amper. Já. Eldur er alltaf veltengdur. Hann er í hleðstu allan daginn. Þú ert eitthvað svona hýbrit eða eitthvað? Nei, ég er ekki að tala um bílna, ég er að tala um hann sjálfan. Já, það. Líka það. Og hann skrifaði grein í síðustu viku. Já, þú náttúrulega bara talaði þig held. Þú skrifaði grein í síðustu viku. Mættu kalla þetta eldraðu jafnvel líka? Já. Að Ísland, Grænland og Færeyjar ættu að vinna meira saman og jafnvel vinna því að gera fríverslunarsamninga í samvinningu, eða saman kraftar sína í því. Birtir þarna grein, hvað var ekki, birtir hann í Morgunblaðinu? Já. Við vitnaðum aðeins í hana daginn, eða benti fólki á að lesa hana. En útskýra fyrir hlustendum í stuttu máli hvað þessi grein snýst. Já, ég ætla kannski bara að koma með smá skúp hérna til að útskýra aðeins betur hvað þessi grein er. Sko, þessi grein er meira en grein. Það er tilbúin samningur. Okay. Og að því við áttuðum okkur því, fyrir árið síðan þá þegar Trump fór fyrst að sýna Grænlandi áhuga strax eftir kosningar, og hann auðvitað sýnt áður, þá tókum við okkur til hópur, bæði hérna á Íslandi og í Grænlandi og í Danmörku og Færeyjum og fleiri stöðum, og veltum við fyrir okkur, er hægt að búa til einhvers konar samningsform sem getur sett þessi lönd saman í ákveðin svona samlag, af því að þau eru svo ofboðslega lík með allt sem þau gera. Þau vilja öll hafa yfirráðið sínum kvóta, sjávarútvegskvóta, þau vilja öll hafa yfirráðið sínum náttúruauðlindum, við erum afskekt, við þurfum flug og flutninga, allt þetta er eins. Já, klettar út í hafi. Og þá hugsaum við svo, ef að þessi lönd eru standöld saman, þá getur þau áfram gert betri fríverslunarsamninga við Evrópusambandið, við innan EES, við Noreg, við Kanada og alla aðra. Þetta eru 3 lönd. Það sem er líka áhugavert er að Danir hafa ekki getu til að gera fríverslunarsamninga í dag af því þeir eru í Evrópusambandinu. Það verður Ísland að muna að leiðu við förum í Evrópusambandið, þá missum við öll yfirráð yfir slíkum samningum og missum alla okkar samninga. Bara alla milliríkja samninga? Já, sem er auðvitað miklu stærra heldur en einhvers fulltrúvinningu fyrir sjávarútveg og slíkt, miklu stærra en það. Og það sem við gerðum er að við fundum form af samningi sem er til, sem var gerður árið 2005, sem heitir Hoyvíkursamningurinn á milli Færeyja og Íslands, en samþykkt af Danmörku. Þetta er 2 blaðsíðna samningur og viðamesti fríverslunarsamningur milli Íslands og annars lands. Grænland átti að vera partur af þessum samningi, en út af ákveðnum atriðum sem voru frekar veigalítil, þá tóku þeir ekki þátt á þessum tíma. Nú, það sem við gerðum er að ég talaði við Benedikt Gíslason og fekk hann til að velta fyrir sér bankastjóri Arionbanka, Sigurður Hannesson, ég ræddi við Heiðar Guðjónsson hérna á Íslandi, Sigurbjörn Þorkelsson hefur hjálpað mér sem er stjórn mér í Amarok, Logos skrifaði upp samningin, Görri sem Fettisbíl og Núnaló í Grænlandi koma þessu, við höfum kynnt þetta fyrir grænlenskum stjórnvöldum, við höfum kynnt þetta fyrir íslenskum stjórnvöldum, og því við vissum að þegar ég kæmi með svona statement að þá myndu einhver reyna að finna einhverjar annmark á því, þannig að við ákveðum að klára allt þetta mál. Við líka settum það upp að ef þessi samningur kemur saman, hvað Ísland geti gert fyrir Grænland. Ísland ætla sér eða fyrir Evrópusambandi að leggja 30-40 meira milljarða inn í Evrópusambandi, og við sagðum hvað getum við lagt inn til Grænlands í formi til dæmis menntunar, í formi þar sem hjálpaðum að taka þátt í að mennta Grænlendinga, að taka þátt í sjúkrahús og heilbrigðisþjónustu, flugleiðum, auka við túrisma og svo framvegis. Þannig að við skoðum allt þetta, getum fluttir hreindýrakjöt frá Grænlandi og svo framvegis. Og þegar þetta er allt komið saman, þá veltum við líka fyrir okkur hvað áhrif hefur þetta á sjávarútveginn í Íslandi og samninga milli Íslands og Grænland. Þannig að punkturinn minni sá, og þess að ég ætla að gera þetta mjög leiðilegt, við skoðum allt. Við veltum fyrir okkur ef að Ísland ætla að taka þátt í þessu, og nú ætla ég líka að taka fram, þetta hefur ekkert með Amarok að gera yfir höfuð, við pössuðum upp á það líka, því ég vissi að það getur verið gagnrýniverður hlutur, og pössuðum okkur að þetta fylgdi öllum ESA-reglum og svo framvegis.
Af því að við unnum þetta það sem kallaði bottom up, afsaki. Já. Og þarna samningur tilbúin og við höfum viljað að þetta væri eitthvað sem Ísland myndi leiða, þar að segja Kristrún og Þorgerður myndi leiða þetta áfram og vera í samstarfi við Grænlendinga og Færeyinga og svo framvegis og ég held að sé mjög gott viður fyrir þessu og Danmörku. Þeir myndu það að Danmörk gegnum þessi lönd sín getur þau gert aðra samninga við Bandaríkjann sem þau geta ekki gert sjálf. Þannig að þetta er svona, það er aðeins að hugsa stærri myndir í þessu. Nú, ef að þetta virði, þá gæti þessi blokk til dæmis gert fríverslunarsamning við Bandaríkin. Bandaríkin er mjög áhersamt það. Og eins og við höfum gefið út Amarok og það eru við í beinum samskiptum við bandarísk stjórnvöld út af alls konar hlutum í Grænlandi til þess að hjálpa þeim að skilja betur Grænland og sjá hvort þessi tilbúin að taka þátt í fjárfestingum og auðvitað í samstarfi við Grænlandi líka. Þannig að við vitum að það er áhugi. Og þegar þessi þrjúlöndur eru saman, pluss Danmörk, þá ertu líka að valda svona þetta efnahagssvæði sem skiptir mjög miklu máli. Það sem gerðist þegar Bandaríkin vildi ná yfirráðum á Grænlandi eða fá meiri hagsmuna Grænlandi, þá kom Evrópusambandið strax inn og vildi líka. Það vantar öllum málma, vantar öllum orku og ég held að það sem nokkuð ljóst í dag, þetta er ekki bara ég að selja Amarok, þetta er, við sjáum núna hvað er að gerast í Hormúsundi og hvað er að gerast í Rússlandsstríðinu og svo framvegis. Þannig að það að vera með hliðið að Grænlandi sem er Ísland, þetta stóra flugmöðskip eins og þú nefndir hérna áðan, verandi með Grænland, verandi með Færeyja, það myndar svo sterkar samningsstöðu. Já. Við tökum sem dæmi Færeyjar og til dæmis þar er undanskilið ETS málum. Færeyjar skráir flest skip fyrir Íslendinga, þeir eru með betri uppsendinga á því. Öll skipafélögin íslensku eru með allt skráð í Færeyjum. Allt skráð í Færeyjum. Grænlendingar fylgja ekki ákveðnum Evrópureglum sem eiga ekki við þann. Þannig að punkturinn minn sá það er nú þegar ákveðinir dæmi sem hjálpar að sýna fram á sérstöðu Ísland. Og ég held að ef það kemur nei, eða þegar það kemur nei núna í 30. ágúst, þá eigum við að vinda okkur beint í þetta, undir bara fórustu utanríkisráðuneytis og Kristrúnar og fleiri, og ná þessari stöðu til þess að styrkja alla þessar samningar sem við erum með. Það er alveg rétt hjá ríkisstjórninni að við eigum að styrkja samningu, við eigum að styrkja fríverslun við Bandaríkin. Og það er alveg gríðarlegt tækifæri núna að gera þetta. Og samningsformið til. Þannig að það er oft sem hugsa ykkur stundu þegar þú ert að fara þegar menn alltaf fara í aðlöðinu við Evrópusambandið og það tekur 5 ár eða hvað það tekur, þetta er bara klárt. Það er búið að gera svona samning. Og norðurlanda samvinna að gera verkum og það er mjög auðvelt að klára svona samning. En eru, það eru nokkar spurningar sem vakna sem kjörfara þessu. Eru Bandaríkjamenn jafn áhugasamir Ísland og Færeyjar eins og við erum Grænland? Já, þeir eru áhugasamir varnarlega séð þetta svæði, já. Og það skiptir máli fyrir þá Ísland, það er rosalega erfitt að byggja upp innvið á austurströnd Grænland. Það er bara út af ísreki og það er ekki mikið flatlendana, við tekjum það, við erum að fara að byggja inn að náma hana á austurströnd Grænlands. Þannig að það er erfitt að valda það svæði, þannig að Ísland er gríðarlega mikilvægt í því tilliti. Og það hefur líka þá að gera með flutninga á fólki, vörum og svo framvegis. Þannig að bara komast og fara að nýta Grænland betur skiptir gríðarlega miklu máli í Íslandi í því skilningi sem og Færeyjar eru þarna með og þetta er líka bara svona það að vera með Færeyinga með okkur, þetta er bara svona þjóðir sem virða allar hver aðra mjög vel, það horfa allir til hvers aðra miklu jafningagrundvelli og það er líka svona góður staður til að byrja. Við erum ekki alltaf að horfa upp að vera eitthvað, þú veist, með einhverjum Evrópuleiðtogum og hitta þetta, heldur fókus á þetta og þið sjáu það alveg að, þú veist, ég leiði mér að þetta er það sem Kristrún hefur lagt áherslu á. Hún byrjaði að fara til Færeyja og ræddi þar Höfuðvíkursamningurinn. Hún fer svo til Grænlands núna í haust, en svo er þessu máli þrýst fram núna varðandi Evrópusambandi og það er það sem við erum að reyna að segja með verkefninu INNEG. Evrópusambandi ekki, þetta snýst framtíðarsýn. Þetta snýst á endanum ekki hver á fiskinni sjónum og allt það. Þetta snýst framtíðarsýn sem Íslendingar vilja gera og hvernig búið til mesta möguleika fyrir okkur. Sem menn hafa þetta, þú nefndur Heiðar Guðjónsson sem hafa talað um þetta mjög lengi, efla samstarfi við Grænland og þess vegna það er mjög skemmtilegt í þessu verkefni, þá eru þessir aðalar sem ég nefndi og fleiri að vinna þetta verkefni með okkur. Þannig að þetta er ekki bara ég, þetta er 10-15 manna hópur og mjög öflugu fólki, pluss lögfræðistofur og annað slíkt, þannig að þetta er allt unnið á mjög góðan hátt. Þetta er ekki fólk sem er að taka afstöðu með að móti Evrópusambandsins eða með að móti Bandaríkjunum eða slíkt, það er bara að taka afstöðu með því að segja að þessi þrjú lönd eiga að stilla sig saman.
og ég held að þetta sé einmitt sérstaklega mikilvægt núna út af því hvað að gerast bara í þessum alþjóða stjórnmálum núna, það sem að gerast í Persaflóa og Hormúsundið er hérna tómt vesen. Í síðasta skipti sem Hormúsundið og Persaflóin var vandamál, það var hérna 73 og það var komið á þessu petrodollara-kerfi, þar sem að Arabaríkin samþyktu að verðleggja olíuna í dollarum og þeir dollara voru runnu svo til Bandaríkjanna annarkvort til að kaupa neysluvörur, vopn eða ríkisskuldabréf sko. En það byggði auðvitað á því að olían í heiminum væri að klárast, þannig að Bandaríkin reyndu að valda það. Núna er þetta önnur staða. Bandaríkin eru nettó útflytjendur á olíu, þannig ég held að niðurstaðan úr þessu sem er í gangi hérna núna er að Bandaríkin munu draga sig út þarna og Kína mun sennilega öðlast meiri völd, en þá verða til nýjir svona heitir reitir í heiminum og ég veit þetta er alveg klísa að tala að norður heimskauti sé næsta stóra dæmi, en ég held að það sem er að gerast núna í Persaflóa muni hraða því ferli mjög mikið og hvað á Ísland Er það út á náttúruauðlindu þá það? Já, meðal annars og þessum fágætu málmum sem að Kína mun náttúrulega örugglega ekkert vera að láta Bandaríkin fá meira af því en þeir vilja sko og þá er það Grænland sem er næst sko. Þannig að þetta, þó það hefur lengi verið að tala að norðurheimskautið sé næsta stóra spilið framundan, þá held ég þetta sem er að gerast núna í Persaflóa hafi hraðað því ykkur ár eða jafnvel áratugi sko. Og þess við þurfum að horfa á þetta í því samhengi og ætlum við að láta Evrópusambandið vera málsvara okkar í þeim viðræðum öllum eða hafa meira að segja um þetta sjálf. Já. Hversu gefum okkur þannig umræðana vegna að þjóðin verið skynsum og segir nei þarna í lok ágúst. Hver líkurnar að því að eitthvað svona fara af stað? Ég held að sé miklu líkur á því og ég held að við náum að kynna þetta fyrir okkar stjórnvöldum og sem við náum að gera fyrir grænlensku stjórnvöldum og dönsku stjórnvöldum og fleirum að þá er þetta eitthvað sem er alveg rosalega mikilvægt skrif og aftur segið þetta þarf ekki að útiloka neitt, þetta þarf ekki að vera til höfuðsneins en þó er þetta þannig að það er ekki hægt að fara í þessa vegferð meðan það er verið að fara yfir Evrópuvegferð, það er bara mun taka allt stjórnkerfi svo mikið tíma að fókusur á það og ef við myndum enda í Evrópusambandinu þá hefur ekki sens að gera neina samninga í Ísland fyrir Grænland og Færeyjar. Þá erum við bara getum við ekki átt við það á einn nátt. En sko á þessu nótum, þú hefur náttúrulega aðeins, eins og hlustundur vantilega vita, Amarokka með starf sem á Grænlandi og þú þekkir vel til hérna, starfa hérna nokkur ár og þú hefur náttúrulega aðeins tjáðið þessu ummæli og hegðun Bandaríkjaforseta gagnvart Grænlandi og hans nánustu samstarfsmanna. Ég ætla ekki að fara í smátrum út í það, en segðu okkur samt aðeins frá, er nokkuð til að spyrja þig, sko, skynjar þú í kjölfarið af því samt, meiri áhuga ekki bara frá stjórnkjörn í Bandaríkjum, heldur líka bara fjárfestum og viðskiptalífinu og svona einhverju, er meiri áhugi frá Bandaríkjamönnum, svona í víðu samhengi? Já, það er það, og það er, sko, ef við tökum bara Amrok sem hlutabréfa félag sem er á hlutabréfamarkaði. Íslenski markaðurinn er búin að vera mjög þungur í mörg ár. Svona 2-3 ár. Já. Og rosalega mikilvæg fyrir okkur í okkar vaxta vegferð í lífeyrissjóðirnir komu þéttir að okkur bankakerfið og þjónustöðalar og þannig að við verum mjög þakklátt fyrir það. En út af háu vaxtastígi og það er lítil dýft á markaðunum, íslenska markaðunum, þá er verðlagning félag á Íslandi mjög erfitt. Fáir aðalar sem geta verið. Þannig að þegar hægt og bindi við erum að komast í framleiðslu, við erum að komast í jákvætt tekjuflæði að það núna á síðustu mánuðum þegar verðið fór aftur hérna yfir 100, upp 120, 30, 40, 50 þá nána seldu allir svona minni íslenskir aðalis út og það var bara alltaf, bara gott, þá fengum við bara hæsta verðið en þetta var allt étið upp af amerískum og breskum fjárfestum þannig að það hefði verið mjög jákvætt fyrir félagi og svo erum við að fara í aðalskráningu í London og við höfum gengið mjög vel að fá betur og betur svona útskýringu á því kannan það er hjálplegt varðandi stofnanir og slíkt þá eru heimin að hafa milli stofnana Bandaríkjanna og Evrópusambandsins varðandi hvernig fjárfestingar er að fara það sem verður að skilja sko það þarf 27 ríki til að samþykja hverja krónu þarna í Evrópusambandinu og ef Viktor Orbán er á móti því það bara gerist ekkert á meðan Bandaríkjan er að gera núna þeir eru að ráða inn í allar þessar stóru stofnanir fólk frá private equity sjóðum eins og Apollo, Cerberus og fleiri sem eru bara í hverju viku að gera díl eftir díl til að tryggja sér málma og auðlindir og að þær séu færðar heim til Bandaríkjanna. Og vitið á hverju það er?
Það að því að bílarnir í Bandaríkjunum, öll þessi ráftæki, þau eru öll 30-40% dýrari. Þessum sko, þetta það sem þau vorum með okkar sérfræðinga hérna á Íslandi fyrir 2-3 árum og heldum fyrirlestur hérna orkumál og Kína. Að hérna, það sem sko líkilatriði heldið fyrir fólk að skilja að Kína að búa til hagkerfi sem byggir á rafmagni og einn annan hátt. Það þýðir að hvort sem það eru símannirinn eða bílarnir eða rafmagnsstæki og við sjáum það allt hérna í kringum okkur einhver rafmagnsstæki og þeir alltaf vera bestir í því, þannig þeir útvega ódýrastu málmann í það og framleiða það. Og þetta hafa Þýskaland og Bandaríkin eða Evrópa og Bandaríkin fatta og þau eru miklu dýrari heldur en Kína út af þessu og eru þá loksins bara átt á sig að til þess að verða samkynshæfir þá þurfum við að hafa málmann eins greiða leiða málmann eins og mögulegt og það var að fókusur að fá aftur hennan yðna aftur heim og þetta fyrir svo snúast öryggismál, getur búið til tölvukenni fyrir orðstóðþóttunar og svo framvegis og framvegis og þetta tengist öllu þessu og sko EIA ekki eins og farið að spila þátt í þessu en þá EIA alveg mikilvægur þáttur en það nummer 1 og 3 öll þessi rafmagnsbylting og af hverju gerir Kína þetta? Það ekki að því þeir eru bara með hagkerfi sem vil gera þetta þeir eiga ekki olíu og gas þannig að þeir þurfa að flytja allt þetta olíu og gas eins og þú nefndi hérna frá Hormónsundu og annars og þeir vilja ekki vera undir hæl Írans þannig að þeir vilja búa til rafmagn úr endurlegin orkun til að knýja sitt hagkerfi áfram. Allir ekki vera öðrum háður hvað þetta var. Ja, algjörlega. Já, þeir enda brenna nú ansið mikið á kolunum líka. Já, en það að því þeir geta umbreytt kolunum í rafmagn og geymt á því og það er munurinn og þetta er ekki gott fyrir allt það sem við erum að horfa til að og svo nota þessi kol til að framleiða vindmyllur og sólarsellur sem þeir selja okkur svo í Evrópu. Já, meðal annars. En eru Bandaríkjunum, þú veist, bara þannig máttur svo stöðinu, sko, hversu langt Kína komið fram úr Bandaríkjunum í þessum málum? Bara, sko, Vesturlönd hafa ekki pælt í að neinu viti í málmum og allir þessari virðiskeðingu í svona 30 ár. Við erum bara látið önnur löndum það. En allar voru Kínverjar að kveikja á því þá? Nei, þeir hafa bara verið auðlindadrifið hagkerfi eins og við í miklu lengri tíma og þeir hafa tekið miklu lengri afstöðu til hagkerfisins heldur en önnur lönd og við erum svona að leika catch-up núna. Já. Áhugavert. Já. En svo ég veit ekki hvernig við ætlum að koma að þeim dagskrálið það sem við sittum eitthvað á dagskrá sko en það sem stíði á svið. Það náttúrulega eru öll hagkerfi auðlindadrifin í grunninn. Þau gangi ekki á þess að það sé ákveðnar auðlindir til staðar og mér var að hugsa til þess því ég sá hvernig þetta fór með Hormónsundið því að eitt er sko hráolían það er mjög einfalt að flytja hráolíu þú veist, henni bara dælt á skip það er ekkit hitastig skiptir litlu máli og þetta bara sullast einhvern veginn í einhverjum tönkum en sko árið 2022 þegar Evrópa lenti í sínu vandræðum með gas þá allt í henni settu mikið prógram að stað til þess að fá gas annar stað frá og treystu það í miklu mæli á svo kallað LNG, liquefied natural gas sem sem sagt jarðgas sem kælt niður í mínus 260 gráður eða hvað það er, þannig að rúmmálið minnkar 600-falt en öll svo vinna fer fram á staðnum sem að því er dælt á skipið, það er ekkert mál að taka við því öll vinnan er það sem því er dælt á skipið, öfugt við olíu, það sem olíun er bara dælt og svo fyrir nýju olíuhreinslustöð og það er öll vinnan sko. En núna sjáum við það að gasbirgðir í Evrópu eru í sínu lægsta gildi í 5 ár. Það verður ekki verið næstu 3-4 mánuðina en ef það var vandamál í, með gasbirgðir í Evrópu 2022 þá væri það miklu verra næsta vetur. Af því að þeir hafa skilið eftir allt þetta gas sem þeir eiga. Þessi shale-gas bylti ekki Bandaríkjunum. Pólland er staffullt af shale-gas, Frakkland, Belgía, Þýskaland líka, það fullt af þessi í Englandi. En bara sér Frakklandi voru bara samþykkt lögur á 2011 bannað að nýta þetta. Við ætlum bara að halda áfram að kaupa þetta annar staðar frá. Þú ert alltaf háður því hvað gerist í útlöndum. Þannig að þetta mun ekki gerast fyrir eftir atkvæðagreiðsluna, en þetta mun gerast næsta vetur. Það verður önnur orkukrísa í Evrópu. Þú spáði því? Já. Er það bara líka það bara eigum uppi? Ég meina að byrðirnar eru í cirka bara 20% af kapasitetinu, sko, sem er það lægsta bara síðan 2021, skilst mér. Þannig að þetta mun enda illa fyrir Evrópu. Þetta línur þetta sem þú sendir mér áðan. Já. Það er bara næst strákar, ef að finna það.
Eru þið með það klárt eða? Ég ætla að taka þetta í næsta dagskrálið sem heitir Viðmældi stíð á svið í ekkoskóm. Já, þetta er svona... Já. Þetta er rauninni svipað, Eldur, þú skoðan á stundum hérna Vassað Þórisvatns eða ekki? Þetta er sambarlegt graf, þar sem við sjáum að sem sagt, ljósbláa þykkalínan er sem sagt max og minimum síðustu 5 árin og svo er þykka fjólubláa línan hérna þar sem þetta stendur í dag og við sjáum að þetta er í algjöru lágmarki og svo þetta er það eðlilegt að byrja hækki eftir því sem hlýnar í veðri og það er minni hérna, þörf á húsitun en ef menn alltaf fylla á þessa byrðir yfir sumarið, sérstaklega ef Hormúsundur er lokað og hérna ég held að Evrópa 20-25% af öllu þessu LNG gasi kemur frá Katar, það er ekki að fara að koma þannig að þetta annarkvort faraðir mjög lágur að byrðum inn í veturinn eða hérna þurfa að kaupa þetta afskálega dýru verði með fyrirsjónlegum afleiðingum á orkuverð og það er leiðandi verðbólgu. Orkukrísa því það er bara þá eins gott að vera ekki kaldur vetur. Hann var einmitt mjög kaldur núna og við sjáum með þessum afleiðingum og svo vitum við ekki hvað gerist næst. Já. Við erum líka að lenda í sko það sem þetta gerir því að það voru allir alveg samum commodity svona segjum fyrir ekki ráfurur frá, ég veit ekki, 2007-2008 í vestanum heimi og svo lendum við þessum sjokkum aftur og aftur nú Rússlandir núna þessu og þetta mun struktúrli breyta öllu í heiminum. Fólk getur ekki lengur treyst á svona hluti eins og þú segir þannig að það mun byrja nýting hér og þar og alls þar. Vandamálega einhver leitir það sem maður sér og þetta er svo sem tengt einhver leitir pólitíkinni heima er að maður sér að hagsmunir ríkja eru farin að víkja fyrir hugmyndafræði. Það er að segja þeir sem eru Labour í Bretlandi og Labour í Spáni og Labour í Íslandi, þeir eru einhvern veginn farin að hugsa bara hagsmuni hugmyndafræðina frekar en síns eigin ríkis. Þetta var ekki svona í galda, maður var alltaf að hugsa fyrst hagsmuni síns eigin ríkis. Það gera það verkum að það er verið að taka rosalega oft rangar ákvarðanir út frá þessu, annars vegar, og þetta er líka hluta til tæknigerunum að kenna, hann hefur dregið til sín svo rosalega mikið fjármagn, búið til svo rosalega mikla skýjaborgir virði þessi þeir eru búið til og þegar það mennur er farin að átta sig á því að veist, Uber var nú bara ekki eins mikið virði, þú þarft ennþá bíl og bílstjóra sko, þá hefur farið í að segja að AI muni breyta öllu og þá verður þetta alltaf eftir á og nú er ég ekki að tala niður endilega tækningarnir, ég bara segja að þetta er svo rosalega mikið munur á virði þessara félag, valdi markvaldara og hinna og þetta er bara ekki hægt lengur og þannig að menn verða að fara fókusur á að gera þetta og þar verður vandamáli í Evrópu og Bandaríkjunum, þú veist, vandamálið er bara, ég skal segja þenni upp átt núna þegar við erum komin á stað, þú veist, ég meina fyrir 10 árum síðan, ef ég hef vitað hversu erfitt verður að byggja námi í Grænlandi, þá hef ég aldrei byrjað. Þú veist, þetta er bara einhver þvæla. Þú veist, áhætta út allt og ís og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að þú veist, og svo lærum við það og erum aðeins betri í því og ætlum að halda áfram. Þannig að, þú veist, kostnarinn á kapitalinn að fara inn í þetta er svo gríðarlega hár og vænt, hvað þú fær tilbaka er ekki nægilega hátt, þannig að ráðurverð þurfa að hækka til þess að liggja hérna inni. Það var mjög áhugavert að sjá þetta með Hormúsund getur alltaf breyst bara næstu dögum, við vitum það ekki. Já, það mun hins vegar, þó að Hormúsundið myndi galopnast á morgun, þá er þetta ekki að fara að leysast yttur á bingo, eins og við komum aftur í þetta LNG, sko. Katar náttúrulega er bara stór byrgir á þessari vöru á heimsvísu og það er búið að Íranendir sprengtu 2 af 7 2 af 7 framleiðslulínunum hjá þeim og það tekur allavega 2 ára að byggja þær aftur. Sko, ég var að lesa greiningu morgun hjá Citibanka, það er 40% af olíuinnviðum í Miðausturlöndum eru núna skemmdir eða ónýtir. Þannig að það tekur smá tíma að byggja þau. Og svo er það það er vissulega rétt að ef að olían fer að flæða og vanlega flæður hún alltaf, það er alltaf hagsmunur alltaf hún flæði sko, að þá getur þetta orðið skamlíft verðbólguskot. Þegar það er bara eins og horfum á Kúveit 92, þá var það 2-3 mánuður og svo datt verðbólgan strax niður aftur. En ef þetta er út árið í einhverjum gildum upp á 100-150 eða herra, þá erum við að tala 2-3-4% dropp í svona GDP í heiminum, sko. Þannig að þetta hefur þannig áhrif, sko. Þetta er náttúrulega sérstaklega sársaukafullt náttúrulega fyrir, sko, Asíu, ekki satt, því að þeir náttúrulega eru mest
svona short af öllum Já, svæðum í heiminum. það sem þú farin að sjá í Filippseyjum og Malasíu og öðrum stöðum að það er byrjað að loka versmiðum einu sinni í viku, svo ríkistarfsmenn í Íslandi og Er við að stytta vinnuvikuna í Malasíu? Það er einhver smá kulnun í gangi og já, það er bara verið að stytta sem bara þeir eigi ekki nægilega olíu í þetta, það mun þá hafa áhrif á vöruverð og slíkt og auðvitað á þetta leiðrétta, þú veist kemur þetta tilbaka, en þetta hefur til skamstíma minnstakosti áhrif á kerfið. Ég meina þær kynstuðu sem að lifa núna allan á Vesturlöndum hafa ekki kynst sko þessum hafa verið ekkit kynst í einhver alveg að það fáist ekki gas og bensín sko. Nei. Mér finnst nú ólíklegt að svo staða komi upp, þú veist, það mun ekki gerast í Bandaríkjunum, hættan er svo að ef Hormuzsundið verður vesinn í langa tíma viðbót, þá munu Bandaríkin setja á útflutningsband á bensín og dísil og steinolíu til að ná niður innanlandsverðunum. Það er að þeir eru kosningar í nóvember og þeir mun ekki hafa hátt orkuverð það sko. Og við fáum það í andlitið hérna í Evrópu, en hins vegar við fáum mest af okkar eldsneyti frá Noregi, kannski mest af vesinni með flugvéla, með steinolíuna, flugvéla eldsneyti sem að kemur í einhver leiti frá Persaflóa. Eitt hérna af þessu, þetta er svolítið áhörupunktur sem nefndir. Aftur, hvað eiga stjórnvöldu að vera að gera? Þú veist, eiga að vera að fara í Evrópuviðræðu núna eða eiga að vera að pæla í einhverju málum sem skipta einhverju máli. Við höfum núna verið 2008, COVID, heimsfaraldurinn, Rússland og núna aftur alltaf verið með sama vandamáli eða við erum kannski með 2-3 vikna byrðir á olíu á eyju út í Atlantshafi af einu skipi úr einni olíuhreinsunarstöð. Það er ekki eins og við séum að kaupa frá 2 mismunandi stöðum sko. Og til að leysa þetta, að eina sem þú ætti að gera er að segja, herðu, öll sjávarútvegsfyrirtæki, þið fáið skattaafslátt fyrir að byggja upp olíubirgðastöðvar. Ef ykkur vantar kennslu við það, þá skal ég kenna ykkur það. Við gerum það í Grænlandi. Við eigum olíubirgðir upp á hálft ár. Er það hálft ára í Grænlandi? Við, okkar félag og ég held að Grænlandi kannski með miklu lengur, ég held þessi með 2 ára byrju svo getur fengið alla bændur til að auka tank, þú getur fengið alla bændur til að geyma smá áburð og svo getur fengið flugfélagi líka til að gera og þetta getur Ísland bara gert með, Íslenska ríki bara gert með skattaafslátt en það er aldrei gert neitt í þessu eða skoða hvað vilja hafa byrjastöðu lengi. Ég er ekki að segja að vera 6 mánuðir, en ég meina Finnlandi verið 6 mánuði, Önnurlund hafa 7 mánuði og þá fyrir fólk að hugsa að af hverju skiptir þetta máli. Bretland hefur núna á síðustu 10 árum lokað, held ég nánast öllu nema 2 olíuhreinsunarstöðum í landinu. Þeir eiga 4 vikur af flugvélaeldsneyti kerisín og þetta flugvélaeldsneyti hefur 60% af þeir sem byrjuðum hafa komið frá Kúveit. Þannig að einhvern tíðan gáttu þau bara búið til sitt flugvélaeldsneyti og þetta var ekki vandamál. Þannig að það eru líka svona ákvarðanir, nei, þetta er olíu, við ætlum ekki að hafa olíuhreinsunarstöð, við erum svo flott og eitthvað fín. En svo bara allt í einu getur ekki lengur flogið með fólk. Og þá skal ég lofa að alveg hérna á Íslandi og annars staðar, hann verður ekki ánægð með það sko. Þannig að þú veist, það er þetta sem við viljum að Ísland stjórnvöld sé að hugsa. Þetta er kannski ekki eitthvað voða vinsælt eða annars líkt, en þú veist, þetta er það sem skiptir máli. Nei, þetta er bara eins og þú segir með bændur og sjávarútveg, þetta er kannski bara svona, þetta er matvælaöryggi bara kannski í grunninn sko. Svo hef ég tekið þátt í umræðum þetta og bara mjög góðum umræðum, það var hérna og þá segir einhver, já, engageirinn verður að koma meira að þessu, en sko engageirinn, ég held að hann hafa oft vilja að koma að þessu. Það er bara allt í eitthvað bil á milli engageirans og ríkisins. Ríkið er bara oflott og gott til að hlusta á engageirann og þú veist, og það er ekki tekið til. Sko, með það hvernig stjórnbónin eru í dag, þá myndu vantilega óþægilega margir segja ríkið á bara að gera þetta. Ríkið á bara að reisa tanka og vera með þessi byrði sjálfur. Já, kannski er það. Ég er hrifnar að leiðin sem þú ert ekki til, sko. Mér er saman hvað gerir þetta, en þetta er bara til staðar. Já. Er eitthvað meira þetta að segja? Hvað ætlar þú að koma með í ekkoskónum? Ég bæði hverjum að finna eitthvað mál til að ræða. Ég má gleyma það, sko. Ég var ekki móttum að þið hefði verið með það. Við eiginlega komum inn á það hérna áðan, sko. Já, það var hérna, já. Ég var með gas og hafði með olíu, þannig að við erum eiginlega búin að tæma þetta. Ok. Herðu, hvenær voru síðast Hótel Akureyri? Hefur þú gist þar? Já. Ég gist þar, já. Þú gist þar og hann brosir. Já, það var þáttir sjá það, hann brosti. Á leiðinni veiðiferð, þannig að þetta ímyndag. Ég kom þarna síðast, þannig að komast þetta langt síðan, það var í ágúst. Þú Hörður Ægisson. Já, ég segja þá sögu það. Það er kannski, það vita kannski ykkur af því að þegar við heldum golfmáð þjóðmála hérna í Borgarnesi síðasta sumar, Hörður Ægisson var eitthvað góður til að mæta og þannig að við létum prent út svona 3 pappaspjöld
í raunstarð á honum sem við stiltum upp hér og þar golfvöllin, eitt inn í Skála og svo eitt þarna við 7. grínið og svo ekstra annars þar og Daniel Smárason eigandi hótel Akureyrar mætti náttúrulega norður og tók þátt í mótinu og greip með sér eitt svona spjald og svo fór ég einmitt norður að keppi í golfmóti og bókaði í hánum komin á herbyggið, þá beið eftir mér spjaldið af herði sko. Já, fannst þér ekki bara hlýjar mótor? Þetta var persónuleg þjónusta. Þetta er svo kallu hópefli fyrir allan einn. Já, nákvæmlega. En þetta er yfirburðahótel á stór Eyjafjarðarsvæðinu og þó víða væri leitað. Og ef þú flýgur norður þá sækja þau á flugvöllin. Já. Þannig að sko ímyndið ykkur að sitja þarna í lobbyinu og lesa góða bók eða fara upp á herbyggju og horfa góða bíómynd. Ef ekki að mæla með bók, ég bæði ykkur að finna bók eða bíómynd til að mæla með. Já, svo bók sem ég var að lesa síðast sem að hefur verið mjög góð. Ég var aðeins verið að stúdera Matthías Jóhannesson á undanföndu, svona kynna mér hans skrif. Og það var bók sem að ég sá á bókasafni sem heitir Félagi orð sem er svona ýmsa greinar og viðtöl og ljóð eftir hann og ég ætla hann að reyna að finna þessa bók og fann eitt enda gaf hann eitt til sölu í bókakaffi Bjarnar Harðarssonar á Selfossi og keyrði þangað og hringdi, takk hérna frá mér, keyrði þangað og pikkaði hann upp. Við ekki aðeins að fara í þetta, þú varst að rölda á einhverju bókasafni, já, ég var að þjóðabóklöðinni, hann var ákveð erindi sem ég átti þangað og rakst á þessa bók og ákveði ég þyrfti að eignast hana af því að ekki er ég með bókasafnskort. Félagi orð heitir bókin. Félagi orð heitir hún, já. Félagi orð. Þetta er svona, já, þetta er skaldskapur og þetta eru svona hans hugleiðingar og einhverjum, já, þessi bók, já. Í einhverjum tilfellum, blaðaskrif, þetta er svona og bara maðurinn var með mikla innsýn í tíðarandann og lýsir honum vel. Og, ég veit eitt eintak af þessari bók upp á Mokka, Kristján Jóhannesson, vinn minn, hann er með eintak af það. Já, þetta er mjög góð bók og þar sem hún er ítfáanleg, þá er bara hægt að hafa samband við mig og ég get lánað hana, það er ekkert mál. Kristján er hlustað þannig að hann hafði eftir að fela bókina sína núna. Já. Þannig að, Eldur, hvað var að gera Hótel Akureyri? Já, sko, ég hef mælt með þessari bók áður, en ég held að sé alveg þess verið að dusta Reykjavík fyrir þá sem hafa mögulega að lesa hana þá og að lesa hana aftur. Já. Og það er bókin sem heitir Prisoner of Geography. Já. Það er að segja fangar innan landafræði, getur við sagt það svoleiðis? Fangar landfræðilega legu landfræðilega lega það er svona frasi sem er skemmtilegur. Já, það sem er skemmtilegt í þessa bók og hún lýsir gríðarlega vel Tim Marshall, hún lýsir gríðarlega vel við síðustu árum þá höfum við velt rosalega oft fyrir okkur hugarástöðandi þjóðarleiðtoga og sem það er Trump eða Putin eða sérstaklega þessara móti allar þessar sem hefur verið og ég finn það svona svolítið meira félagshyggjufólk sem gerir það eða þeir sem læra félagsvísindi. Þetta leyfir okkur að sjá heiminn út frá landfræði. Til dæmis útskýri mjög vel og ef við værum með uppleift kort, þar að segja þú myndir sjá hvernig fjöll eru á korti, þá myndir til dæmis sjá það að Íran er nánast óvinnanlegt land. Þetta er svo virki. Þetta er náttúrulegt virki. Já, þannig að það er bara alveg við hann á flóan, það sem það er við, það er bara gríðarlega há fjöll og allt í kring og svo í miðunni er Teheran og svo eru Fen og annað slíkt. Þannig að þetta er rosalega skemmtileg bókum með að skilja þetta. Þetta líka er útskýrið rosalega vel af hverju það hefur tekið svona langan tíma að nýta Afríku, í auðlindir Afríku. Það er því að Afríka er svo hæðótt, svo eru moskító og annað slíkt. En á móti kemur er Bandaríkin flöt, nánast alveg. Bandaríkin eru með Mississippi í miðlandi og þeir eru með stórt hafsikkur megin sem verja það og svo eru með eyðimörk fyrir ofan og Arctic Desert fyrir neðan og Arctic Desert fyrir ofan. Þannig að þetta fer inn í alla þessa punkti og meðalans Arctic svæði líka og er alveg óbóðslega skemmtileg og sérstaklega við erum, að því að nú er fólk áhersamt þetta, þetta útskýrir af hverju Evrópa hefur náð svona miklum árangri í sínum málum, af hverju vandamál af hverju Rússland fór inn í Afganistan þú veist, það heldur það allir hafa einhverju stórdrömm en þeir voru að reyna að ná sér ítök á Indlandshafi komast á öðru hafi, þegar eina hafsvæði sem þeir hafa aðgang að er Arctic svæði og það sem við erum með sko, ég veit ekki hversu marga kjarnóta binda af þeirra flota á Arctic svæðinu og svo bara Baltic svæði og svona geti haldið áfram og þetta útskýrir af hverju Kína Tíbet skiptir Kínamáli og svo framvegis og rauninni hvernig kannski
er rétt túlkur hjá mér sko, hvernig ríki og þjóðfélög hafa þróast óháð stjórnvöldum kannski? Já, og af hverju ákveðin ríki, af hverju Rússland myndi alltaf horfa hýrauga til Úkraínu. Og þetta útskýrir þetta bæði sögulega og mest út frá landfræði og hjálpar manni að skilja og taka út svona hvað að gerast á degi til dags og hvað einhver segir og slíkt. Og þetta er mjög skemmtileg bók með það að gera. Ég get mælt með henni. Ég þarf að lesa þessa. Já. Takk fyrir þetta, strákar. Við erum komin í loka liðin. Það var hraðaspurningar þar. Já, það var ekkert hægt að undirbúa sig fyrir það. Nei. Ég er bara búin að vera á Kringlukranni í vikunni og Já, heldur til þar. Heldur þar oft á tíðum og er að segja mennum að þeir sé að koma, mennum og konum og biðum að koma með spurningar. Það var eitt sem spurði mig sko, bara að minna það að þú varir sko, hrávöru sérfræðingur. Já, ég ætla ekki að vita meira um það en það var eitt sem spurði mig hvort þú hefði keypt páskaegg af því að þú veist, kaffi er náttúrulega hækkað tímabil en lækkað aftur, þannig að súkkulaði hefur lækkað í verði. Er ég að eyðileggja eitthvað spons með að segja nei? Nei, ég sagði bara að þú hefði fengið nóga páskaegg. Já, ok. Er það þá að koma núna? Ég ætla ekki að varpa um þessari spurningu sko. En það eru nokkrar spurningar, það eru nú flestar til elds. Þannig að, Dóti, þú ert kannski bara eins og Dagur B. aukalegari hér. Ég er bara aukalegari, já. Þessum. Tilbúin eldur. Fyrsta spurning, hver er Íslandsmeistari? Káur, ábyrgja. Sumar eða vetur á Grænlandi? Þessi er erfið, sko. Sumar, en febrúar veturinn er eitt af fallegasta sem kemst í. Já. Ég hef verið, fyrir ekki ykkur fram ég hef verið í Lúlisat í febrúar, það er alveg geggjað. Já, þannig að þú þekki hvað við. Það er bara út með auðvitað komin sól þá og lengri dagur og svona mikla froststillur og það er bara svona svo hvítt teppi yfir öllu yfir þessu gríðarlega landslagi, það er bara að fallegasta sem kemst í helgi. Hvort við að gull eða sjaldgæfi jarðmálmar þyngra í framtíða sín Amarok? Þetta er, sko, við horfum á gullið sem lykillinn að því að opna að fjármagna stærri námur í hvað sagði hinn námurinn gölluð í íslensku? Fágættir málmar. Fágættir málmar, já. Já, gullið borga fyrir það prógram. Já. Okay. Það er líka fyrir ekki, gullið er gríðarlega gott hedge gagnvart hinnum málmunum. Já. Þannig að þegar það er svona eitthvað rót í heiminum og annað slíkt, að þá framleiðum við gull, þegar heimurinn er á fullu og gengur allt vel, þá vantar fólki kopar, járn og allt þetta. Þannig að þetta virkar nokkuð vel í möppunni saman. Getur þú útskýrt á mannamáli af hverju það eru námuvextir í Grænlandi en ekki á Íslandi? Þú veist, eru mismandi jarðlög eða berglög eða þú veist? Já, það er svona einfalda svari. Ég er ekki búin 15 mínútur svo. Já, sko, þegar jörðin var myndu, nei, tjók. Það var að fá Andrés Magnús að útskýra þetta, hann alltaf mann eftir þessu. Það var árið, það er út af því aldur íslenska jarðla er ungur og aldur grænlenska jarðla er mjög gamall. Og svo má segja það að Ísland er nýbúið að vera til, út af þeirra jarðla, en Grænland hefur ferðast út allan heim, út af flekum. Og þar alveg hefur haft snertibúntu í Ástralíu, auðvitað Kanada, Norður-Európu og svo framvegis, þannig að það eru margs konar jarðfræði. En er ekki smá sletta á Grænlandi mögulega fyrir austan hjá okkur eða? Það er svona hugmyndur það sé undir Austurlandi, en það er ekki búið að sanna. Nei. Það er bara næsta málið þér. Er sambarlegt jarðlag í sko Grænlandi og Skandinavíu? Já. Umstæðar. Til dæmis það sem við erum á norðvestur Grænlandi með Black Angel, Singblí og Silfurnámuna, það er sambarlegt það sem sér í Norlisk í Rússlandi. Þannig að eins og á Rússland þar, svo ertu með Arkíansvæði sem er tengt þér sem er að gerast í Kanada og í Skandinavíu og svo framvegis. Þannig að þetta er svona mismunandi belti. Var ekki ein aðalástæðan fyrir því að Þjóðverjarnir fóru inn í Skandinavíu í seinni heimsstyrjöldinni að komast í málmana hana í Norður-Svíþjóð? Veist það? Já, ég bara ekki örgulega. Það bara lítur að vera. Það er næsta spurning reynda til þín. Nú hvað, ok. Það Þórður á Strandvegar í sumar. Já, við förum á Patreksfjörð. Litli móksturinn. Já, þetta er bara Kattröld. Þetta er ótrúlega arbært hobby sem að stjórnvöld hafa búið til fyrir okkur. Festi lög fyrir okkur. Ég verð þarna með
tannlagnum og, Já, nefnilega, sko, og að- veðurfræðingum á eftirlaunum sem Er þið alveg vita mónlusur þarna? Ég sé ykkur fyrir mig með eitthvað, þú veist, hvítvín, eitthvað, þú veist, það er vandræðlega lélegi sjómenn. Við erum með skráða dag á sjó, sko. Já, við förum á Patró. Mætir ykkur jarðfræðingur hér og er eitthvað upp á góð. Sorry, tekið tilbaka. Þú verðst þú bara á landi, verðandi jarðfræðingur. Það er sko sessun undir þessi spurði síðan, sko, hvað heldur hann til á strandum? Er það einhver hjólísi eða eins og hinn tannlæknarnir eða hvernig? Ég held að ég finn mig gistingun á Patró, það er ekki eitthvað. Er ekki eitthvað guggur á Patró? Ég ætla að segja, ég vil ekki vita svarið við þessu. Nei, ég kem með hjólísi. Fyrir nú Tinder. Eldur, hver er stærsta áskorun í þessu öllu saman? Er það leyfisveitingar, veðurfar eða sveiflur og heimsmarkaðsverði? Eða kannski eitthvað annað? Stærsta áskorun í það sem við erum að gera hefur verið, það er, þú veist, hvað ég segja, það er alltaf því framlöðu og ég held að eitt stærsta áskorun er í það sem við erum að gera er ekki sýnilegt, það er svo auðvelt að átta þessu, það er bara svona hlutir eins og þjálfupprétt ferla hjá starfsfólki, vera með rétt að vakti, vera með rétt fólk, þetta endanum sko 60% kostnaður okkur er fólk, þannig kemur fólki inn út öll. Það séum alltaf fyrir hjóli þar? Nei, alls ekki, en þetta er svona snýst rosalega mikið logistik og ótrúlega mikið lítlum dítilum og einn lítil dítil getur bara haft gríðlega áhrif á hitt og þetta og hann að það er ekkit svona eitt stórt áskorun, það þýðir samt ekki að þetta sé ekki mjög áhættur samt, þetta er svo margar áhættur, þess vegna er þetta þokkulega flókin geiri og hann að það er, en við erum allavega þú veist, í umhverfi það sem er mjög rík lög af málmi, þannig að það hjálpaði. Getur gefið ykkur dæmi, við vorum að framleiða núna fyrsta fjórðungi og síðasta ári og þá bara, er bara gullríkara bergið, það er náttúrulega bara Guð sem hjálpa það, þannig að það bara er mjög ríkt af málmum, það hjálpar. Þetta sést mér, ég man þegar við komum hérna á Grænland, það sést nánast utan á svona fjöllunum, bara þetta er vel skorið og svona sko. Við vorum hann saman. Já, var það ekki í ágúst, byrjun september? Byrjun ágúst, september 24, eða ekki? Já, 23 eða 4. Hörður og Stefán var það líka? Ég heldur eins og þá til dæmis, bara sem dæmi, bara til að því ég hef svona ekki það... Þannig að það er síðan að það er komið tíma að fara aftur. Já, hvernig verður það? Bara ykkur hér með búið. En ég held að sko til dæmis þá, ég er að meina þetta sem segið, þú verandi nægilega vitlaus og blautur á baku eyrun að byrja á einhverju svona, hjálpar til við það að byrja að fara á stað, því að þú myndir vita hversu erfitt er að komast að endapunktunum, þá myndir ekki byrja. Og hvað þú þarft mikið að því, þannig að eftir að higgja höfum við átt okkur á því bara, höfum við vitað hitt og þetta og sem betur fyrir gekk þetta allt vel og hefur gengið allt vel hingað til en ég get alveg sagt að þetta er alveg ástæði fyrir því að öllu Arktíksvæðinu voru byggðar á síðustu 2 árum 2 námur við og annar risafélag sem heitir B2Gold, that's it sko. Þannig að þetta eru ekki margir sem legg í þetta og maður skilur það núna af hverju en svo bara sem betur fer Guð og gefu og vel fjármagnar og allt það, þá hefur þetta gengið en þetta það er eiginlega best að útskýra þannig að það eru alveg ofboðslega mikið áttum sem geta komið á þig. Já. Þá komum við að loka spurningunni. Er það hjálmur á höfði í námi á Grænlandi eða skipt og binda á fundi í London og New York? Bæði. Í dag er það meira skipt og bindi. Já. Ertu ekki að spyrja hvort er skemmtilega? Jú, svona alltaf skemmtilega í náminu. Já, ég meina skemmtilega að skrattast í náminu. Nei, sko ég skal útskýra fyrir ykkur, þetta er bara eins og vera svo sjó. Ég hef verið þannig á vöktum, þá tekið nætuvaktir til þess að geta unnið eitthvað á daginn og þá bara vaknarum með teimininu, þeir eru 4 saman og þeir eru alltaf að ná 2 feysum, það er að bora 50 hólur, það er að koma með þjónustun í þetta og þú ert bara á 1.000.000 allan tíman og étur á staðnum, svo nærðu boruninu, sprengingum, heldur safety rekordinu, svo kemur þú út og farið þér inn óanfengan bjór, þegar við drekkum ekki á staðnum, svo farið æðislega mat, geggja herbyggi og ef þú nærðu alltaf þessu, þá sko stór bónus í lok vaktar. Ég er ánægð með þetta við, taka nætuvaktir til að geta unnið á daginn. Já, þú veist, það þarf að sinna því líka. Sofnar ansið vel eftir þetta, ekki? Já, og sofnar, það er bara punkturinn ég sá að ef ég hef ekki tekið þessar vaktir, eins og að vara sama í erriðanum þegar ég var í Kína, ef ég hef ekki verið að sjóða sama rör og skilið það, þá færði þetta aldrei í puttana. Það er svo erfitt og þá bara skilur ekki, heyrðu, af hverju erum við að bora 63 metra hólur
og þá erum við að sprengja 3x3, ef við myndum bora 40, þá er bergið að springa inn, en það er helmingi styttri tími, það þýðir innan 4 feysum, innan 15 metrum, þetta eru dítilanir. Og þetta stundum verðið þreyttur á því, og þetta á mikið á Vesturlöndum, að við erum svolítið mörg alltaf í hérna í stóru myndinni. Ástæðan fyrir þú nær árangur eða þú fer bottom up, alveg svo íþróttir. Þú þarf bara að æfa eða dribbla mikið, þá verður þú góður að dribbla eða hvað það er. Og við þurfum að fá meira því hérna á Íslandi, eins og því að þetta er að frábæra á Íslandi. Við eigum svo mikið að góðu fólki, duglu, berjast, og það þarf að fá sens á því að efnast mikið og gera allt sem það þarf að gera. Þetta er stærsta samkeppnishæfni í Ísland. Já. Og einmitt, það er eins og þú segir, það eru margir sem að telja sig ekki of fína í eitthvað. Já. Tilbúin að Þetta er bara skemmtilegt. Tilbúin að grípa í allt sem er frábærum, 30 köllumanna neðrar og hérna, og, góður hópur og ert þarna og þú tekur fína innkomi inn og eyðir engu og kemur heim og þetta er bara frábært líf. Já. Hljóma vel. Alveg í blóðlókin. Ég ætla að gefa, ég er með 2 Mosakins-flöskur og þetta er ekki auglýsing, þetta er bara kveðjugjöf. Nei. Önnur úr langjökli og hinn úr frá heimaði. Þetta er bara þú að vera almennilegur eða ekki? Jó, ég vil að fólki líði vel þetta og fari út hérna að laði gjöfum og Eldur, þú mátt velja, hvort viltu langjökul eða heimaði? Langjökul. Já. Ég standum bara að pikka þetta upp hérna. Kaldar kveðjur til Vestmannaeyinga en alltaf leið. Ég er nú Þórður fær þá hérna. Ég er hérna ættaður úr Vestmannaeyjum. Það er hérna hálfur Vestmannaeyingur nást. Já, ok. Herru, ég ætla að þakka ykkur komuna. Bara frábært að fá okkur, gott spjall og góð yfirferð á til helsta. Þetta er svona frekar róleg vika, réttið til páska, hélt maður, en svo bara alls konar hlutir að gerast í Íran og annar staðar. Nei, bara takk fyrir frábæran þátt, Gísli. Nei, bara takk fyrir að standa í þessu. Takk fyrir það, þú ert nóg. Og ég að fara eða? Takk fyrir komuna, góð helgi, þeir sem hlustu, þeir sem horfið, góð helgi.